Já, verið velkomin í þá síðustu umferðina af ljósleiðara deildinni áður en við förum í umspill. Ég er Siggi Steipa og verð með ykkur í kvöld ásamt Leo, Sogu eða Death Cake. Death Cake, Dauðakakan sjálf. Dauðakakan sjálf. Já. Við erum með leik í kvöld og þetta er KBJ á móti Sögu. Ég var búinn að sjá... Nei, það er ekki leikurinn. Já, erum við KBJ Sögu? Ég held við vorum með Hyper. Hyper? Núna er ég ennþá glaðari. Hann er hinn. Já, þeir eru á sama tíma. Þeir eru á sama tíma, einmitt. Þannig að ef þið viljið fylgjast með þeim leik, þá býst ég við að ykkur sé að streyma. Það var logið að mér. Það var sagt við mig bara, þú færð Hyper. Ég er bara Hyper aftur. Það var allt plana til að hafa þig bara óundurbundið. Já, út af því að spilar þú ekki bara best undir pressu, sko. Jú, ég er þar, sko. Ég er bara mjög peppaður fyrir þessum leik. Því ég er alveg til að sjá hvað gerist hérna í kvöld, sko. Ég veit að það er mannabreiting Sögu megin og bara þegar við getum fengið Sögu skoruð þá getum við talað um það. En ég sá að það er mannabreiting þar og það er líka maður sem að kannski flestir þekkja. Hann er mikið að streyma sjálfur. Þetta hefur verið bara mjög þekktur leikmaður bara frá því að CS var byrjað á Íslandi eða svona nánast. Hann er búinn að vera mjög stórt nafn lengi og við erum meintalega að tala um Varginn sjálfan. Það er hárrétt og maður hefur séð það einmitt núna. Ég er ekki svona maður sem hefur alltaf verið á streymnans, ég sé að hún gengur mjög vel og bara mér hálf bráta því að... Hann rockar svona alltaf það sem ég sé á milli 3,3K upp í svona 3,7-ish. Mjög nálægt Challenger. Já, mjög nálægt Challenger. Sem er held í 3,8 ef ég menn. Já, það er eina sem ég veit mjög mikið um hann að hann er að spila á þessu hæsta level og er þá í kringum leikmenn. Það er ástæða fyrir að Saga pikkar hann hérna inn. Ég held að hann sé líka officially komin í lið, þetta er ekki bara stand-in move hjá Sögu. Já, hann allavega, ég sá allavega á streaminu að það heit Saga Vargur. Ég náttúrulega held að það sé komin til að vera, allavega eins og er. Þannig að við munum býsti við sjá hann í deildinni. Ég meina þeir afsakið hérna í útsláttarkeppninni sem að... Allavega út þetta mót, getum við gert ráð fyrir. En ég bara man ekki hver það var ekki, Birnir sem datt út þá væntanlega. Það verður að vera Birnir fyrst að, það ætti að vera hann. En ég meina, þetta er frábær leikmaður. Hann er góð leikmaður, eina sem hefur verið bara hann á mjög erfitt að halda sér í liði út af hverju það er, kannski erfitt að segja, skilur við. Hann er náttúrulega mjög ákveðinn og vill ákveðna spilamennsku frá leikmönnunum sínum og ef hann er ekki að sjá það þá er hann held ég bara mjög fljótur að vera bara eitthvað ég nenni ekki. Eða fattar þið? Já, ég fattar. Hann hefur náttúrulega spilað á háu leveli lengi, þannig að ég get alveg skilið það, en þú ert náttúrulega bara í íslensku senninu, skilur, þannig að þú ert ekki að fara að fá flusha og eitthvað að gæja með þér í lið, sko. Hann fór nú með Dusty var ekki Epicenter-landið þarna í Breitlandi, Epic eitthvað? Epic LAN, já. Og hann er alveg búinn að spila með toppunum á Íslandi og veit út af hvað það snýst og líka bara ekki bara á Íslandi, tökum það ekki alveg af honum. En meira, við getum talað um hinna leikmuna, það er ADHD, við þekkjum hann og hvað hann gerir. Algjörlega. Klassískur og mér finnst alltaf gaman að horfa á hann. Mér finnst það, sko, maður hefur heyrt svona skipta skoðanir á playstylum hans, en mér finnst þetta alveg skemmtilegur playstyle, það er ekki að vera of... Hann er óútreiknanlegur, hann er einn af þessum mörgum sem er erfitt að lesa hvað hann er að gera. Ég er búinn að hafa smá svona, hann er held ég bara ekki í sama formi og hann var í og það getur verið mjög hættulegt þegar þú ert með hann svona flashy spilastíl þar sem þú ert að gera hluti sem þú ættir ekkert að komast upp með en ef þú ert síðan ekki með tímana til að bakka þau upp í þeim múfum, þá brennur þau oftar heldur en ekki, sko. Hann hefði komið 100% upp með mjög mikið sem hann er gerast áður en nátti börnin sín. Já, þú segir það. Það er komið krakkar og tíminu minni og eitthvað þannig að hann er kannski ekki búinn að vera alveg jafn sjáanlegur og hefur verið á síðustu tímabilum, sko. Það gerist líka alveg, menn að maður er að taka snöggar hreyfingar og maður algjörlega. Og það kannski það lítur ekki eins vel út þegar þetta klikkar hjá þér, en þegar það heppnast þá er þetta alltaf... Það er þetta cool. Þú þarf bara eitt svona cool moment á móti 10 feilum. Kúla kemur þá bara, hann er legend, maður má ekki glemma því. Sem er náttúrulega með Vissardinn, Enoch, sem er að mínum mati, ég myndi örugglega setja hann sem bara besta leikmann Sögu, sko. Besta leikmann Sögu, bara allra Sögu? Ég held það. Að því, þú veist, Vargurinn er náttúrulega, það er erfitt að segja Varginn, að því Vargurinn er búinn að vera svona svolítið á flakkinu í senunni, það er erfitt að pinpointa nákvæmlega hvar hann er að lenda, hann er frábær spilari, en maður er ekki ennþá búinn að sjá hann kannski ná að
plumma sig nógu vel í einhverju einu liði og consistently vera þá að sína niðurstöðu með því, en Enoch hefur consistently verið að spila mjög, mjög vel með sögu. Þannig að ég myndi örugglega setja hann sem svona key leikmann í liðinu þeirra núna, sko. Svo erum við með Dom og Skún, það síðustu tveir leikmennir. Dom, þetta svona... Mjög solid spilari. Já, það ekki. Hann ekki akkeri hjá Sögu? Jú, akkurat. Þessi er eftir með Skún, en ég með reynda mjög skemmtilega að sögja Skún, því hann svona leikmaður sem að ég náttúrulega búin að vera í sinni lengi og keppt á mörgum launum og eitthvað og tekið tíma af og eitthvað hannig, algjörlega, en þá vorum við einhvern tímann að lani fyrir svona 10 árum síðan og Skún var náttúrulega bara pjakk við það. Já. Og hann hendir í línuna við sláum hann út að lani hvort það hafi verið 16-1 eða 16-3 á lani og hann hendir í frægu línuna ef það væri 5 Skún á servernum þá hefðu við unnið ykkur. En ég er ánægður að sjá Skúnar að vera komið núna bara í úrvalsdeildina, flottur strákur og bara búin að spila mjög vel og bara geggjað að sjá hann bara komin í bara topp 4 lið á landinu, sko. Ég man einmitt líka eitthvað smáttur í eftirunum, ég held að það hafi verið 2019 sem ég fór á LAN með einhverjum strákum og veist ég man ekki enda í bara bíl með þeim á leiðinni eitthvað neginn, ég þekki hann ekkert en hann eitthvað staðar úr Reykjanesinu og ég mitt man að hann var á svona þessu leveli, ég segi ekki, hann var bara að spila face it, hann var ekkert mikið að keppa, en svo mitt sér maður hann núna, hann komin hérna á bara top of the line á íslensku CS-deildinni, þannig að... Þetta mjög þröngt þarna á milli liði 2, 3, 4, 5. Þetta alveg svona, þú veist, KB, Vega, Þór, Saga eru búin að vera svona nokkurn veginn bara að sörkla hvern annan, nokkurn veginn að vinna hvern annan líka svona í gegnum tíðina. Vega vinna kannski Þór döðu, tapar núna móti KB, þú veist, þannig KB svona aðeins að líta sterkar út í þessu tímabili, en síðan eru þeir slegnir út af laninu og skjálta af Hyper, skilur við. Þannig að þú er allt fyrir neðan í rauninni Dusty búin að vera svolítið svona bara eitthvað toss-up. Já, bara ekki alveg nógu stabílt eitthvað. Nei, þetta er mjög svona opin deild að því leiti hvernig þetta raðast upp, sko, og þú sér akkurat liðum svo Saga að gefa Dusty erfiðleika á laninu, þannig að þetta er svolítið eins og að henda blaskæri steinn, hvað liðar að lenda móti hver og hvernig spilastílarnir eru einhvern veginn að negla saman, sko. Akkurat. Að þú sér alltaf sama liði, vinna alltaf sama liði, en síðan hitt liðið að spila miklu betur móti liðið sem annar liðið að tapa móti, eða fattur við? Já, þetta er svona hálfgerður þríhyrningur. Algjörlega, hvernig þetta er raðast upp, sko, sem er mjög skemmtilegt, það er gaman að horfa á það. Það fer eftir bara degi og það líka þýðir að við getum reynt að giska hvað útkoman í kvöld og okkar svoleiðis, en við vitum það ekki alltaf. Og það er náttúrulega bara geggja fyrir mann sem er að observa, kannski ekki fyrir þá sem að halda með söguvilis og sögu vinna. Og já, en þá förum við kannski bara yfir í hitliðið sem er KBJ og fyrst nú að tala þá og það er náttúrulega staðista nafnið fyrir ekki að milli mála, það er bara Edison. Já, Triton Tested leikmaður hefur unnið marga titla, búinn að vera í gegnum tíðina, bara eitt besti ræflarinn á landinu, hefur svolítið náttúrulega mist stampinn reputation-wise kannski upp á því leiti hann hefur ekkert endilega verið að spila með leikmönnum sem eru á hans kalibri, eða skiluru. Og það getur alveg verið erfitt að ætla að vera eitthvað skína geða mikið fram úr eða þú ert búin að vera, en hann er loksins komið bara með nokkuð þéttlið á bæku sig núna, með þá VJ líka sem er original Vega meðlumur, bara vildi taka fram að því ég er náttúrulega Vega, bara að segja, og frábærleikmaður. Geggja akkeri er solid all-arounder, minnum við svolítið á spilastílinni hjá Tony. Nema kannski, ég myndi örugglega setja svona einu þrepi niðar en Tony, en er samt mjög nál, fattur við, þú veist, Tony, hann er svona Tony wannabe, Tony wannabe, en algjörlega, en svona frábær leikmaður, sko, og hefur alltaf verið, og sér náttúrulega með hana Buddy, ég heyr alltaf svona 15 mismunandi, fólk kallar hann Buddy, Babbi, Já, og bara svona, þú þorir aldrei að spurja. Nei, ég nota Buddy, sko, þannig ég er góður að þar. Ég er nú alveg name butcher sjálfur, sko, þannig að þú manst kannski best eftir í Death Clake. Já, algjörlega, Death Clake eins og það kallaði mig á síðan tíma. En Solo náttúrulega er bara líka, þú veist, leikmaður sem hefur unnið titil ef ég mann alveg, hefur nokkuð bara 100% viss að því. Hann var einu sinni að vera í Dusty line-upinu. Já, ég er mörgum ára síðan, ég er náttúrulega svo gamall. Nafnið er búin að vera þarna mjög lengi og hérna, já, bara búið að vera þarna lengi, það veit ég, þó ég muni kannski ekki eftir nákvæmlega, position-wise, ég er einhvern veginn búin að vera svolítið svona on og off í sinni sjálfur, sko. Já, hann er svona brainy spilari, sko, er svona relatively solid anchor, með kæmi mér svo sem ekkert á óvart, ég veit ekki nákvæmlega hver er að calla fyrir það, en mér myndi að halda að væri hann. Ég ætlaði að mynda að spurja út frá þessu, sko, hvort það væri hann. Ég myndi að halda að væri hann með að við bara svona leikskilningslega séð, þá hvernig hann spilar, hann er hægur spilari svona með að við akkurat kannski VJ og Edison. Gæti það verið samt slæmt ef þú ert með akkeri
að sjá að stýra leiknum eða horfa á yfirsýn. Þú vilt yfirleitt að það sé hægasti spilari. Það? Já, því málið að þú ert með Endriana svona framalega, þeir eru bara í bara sínum eigin heimi. Já. Þeir eru að lesa svo mikið af upplýsingum hvernig þeir ætla að opna þetta ránd, mikið af info sem þeir þurfa til að vita hvar glufurnar eru og það getur alveg hræðilega erfitt fyrir þá að vera að gera allt það með 100% fókus og ætla síðan líka að vera eitthvað að calla. Þú vilt eiginlega callerinn sé eitthvað sem helst kannski aðeins aftar og bara svona að horfa á hvernig hlutir að hreyfast og geti þá lesið upplýsingarna betur heldur þú sem ert inn í 3 smókum að reyna eitthvað að ná okkur entry, sko. En maður hefur svo sem heyrt suma nefna það, þú ert kannski in the action en það fer eiginlega bara eftirlið. Það alveg sumir sem að geta iglað og verið entry-fraggar. Við sjáum bara 2 bestu í heimi, skilur, Carrigan, Apex. Þetta eru bara entry-fraggar hjá þeim hálf. Þetta er alveg hægt, sko, en það er bara reynslan hefur allavega verið að sýna okkur það að fólk á erfitt með það. Já. Þú ert með Magga Vírus til dæmis sem er svona leikmaður sem iglar vanalega ekki, hann hefur þurft að igla nýlega og hann spila bara undir parið þegar hann er igla, eða fattaru, þannig að hann vill ekkit igla og það er sama með mig, ég hef IGL-að back in the day fyrir veka fyrir löngu og það var sama hjá mér, ég bara endri í tunnel visiona og bara allt fyrir vaskinn, skiljur, þannig að það bara hendar ekki mjög mörgum að vera endri og líka, þú veist, eða lurker og caller, þannig að það er svona ákveðin hlutverki sem vilja að taka þetta bara að sér. Ég skil þig. Svo erum við 2 síðustu mennina, það er Nonni og Rodríguez. Rodríguez er bara Rufflu eða Úlfur aftur á bak, fyrir þá sem að vissi það ekki, hann er bara búin að skipta nafn. Up and coming, hvort hann hafi ekki fengið hérna nýliði deildarinnar eða bjartasta voninni eða eitthvað velun hérna eftir stórmistara ef ég man rétt eða eitthvað hannig fyrra árinu, þannig sem er bara klálega verðskulda. Hann er bara búin að vera stansið vel og akkurat núna bara í öðru sæti allavega í riðlunum, þannig að það er að gera eitthvað rétt. Þannig að já, við erum þá svona nokkurn veginn búin að fara yfir allt. Ég meina, skipið smá Nonna greið, en hann er nú bara... Já. Það verður kannski fínt að fá stigatöfluna bara upp, þannig að við sé bara nokkurn veginn hvernig riðlarnir líti út bara. Það er bara svona sem að staðan er eins og er. Ég held að þetta sé upphart og við sjáum núna Sögu og KPJ þau eru að keppa 10 stigum undir 6 stigum. Það er kannski ekki að fara að breyta miklu fyrir KPJ niðurstaðan en Saga getur breytt útkomunni. Nei, Dusty KPJ allavega með þetta eru bara búin að sigla inn hérna fyrst og öðru sæti þá í riðlunum og fá þá bara beint inn í undanúrslitin. Vega og Þór eru svona held ég búnir að festa sig inn í 3. og 4. Þeir eru öruggir. Já, því Saga mun koma hérna inn þegar eitt leik eftir en að reyna að vinna upp þetta roundiff á móti KPJ. Þeir eru -9 núna. Þeir þurfti að eiga, ég held að jafnvel Þórt myndi 13-0 tvisar, þá eru þeir samt ekki að fara að ná því. Og ég ætla að nefna það að við erum að horfa á, þetta eru topp 6 liðin sem að komast áfram í útsláttarkeppnina. Þannig að það sýnist hérna rautt eitthvað, ég veit bara að rugglaði mig, þannig að ég ætla að sjá til þess að ruggla ekki ykkur heima líka. En já, þetta eru topp 6 lið og eins og sagði, það eru 4 lið sem að komast fyrst fyrir framann og svo eru þessi 2 lið sem að fara strax í semi sem að er Dusty og KPJ, þannig að þeir þurfa ekki að spila fyrsta leik. En það er ekki alltaf best, heldur, að vera kaldur. Já, þetta er alltaf lítur ágætlega út, en þá ertu alltaf að sjá hérna líklegast bara 1., 2., 3., 4. og 5. sæti nokkurn veginn bara nelt í rauninni. Það væri ekki nema núna að, Bakkus náttúrulega eru bara, þú veist, ég sé litla hreyfingu gerast hérna. Neistið er bara dottnir út líklegast með þetta ekki nema þeir ná að vinna leikinn í dag. Ef þeir ná að vinna Hyper þá fara þeir fyrir ofan Bakkus að þeir eru með ekki einu sinni. Bakkus sem innbyrðis. Þannig að, já, þetta bara held ég er að fara að liggja einhvern veginn svona við það sem ég er að sjá. Það verður litla breytingar allavega. Einmitt. Það er einhver heimur þar sem að Saga getur búið til rounddiff eða það ekki? Nei, ekki einu sinni. Nei, jafnvel þú myndir fá 26 stig í rounddiff, það væri samt ekki einu sinni nóg til að ná... Þá fyrir við bara aftur yfir í það sem við vorum að segja áðan. Það skiptir ekki máli þá KPJ sé fyrir ofan Sögu út af því að Saga getur samt undir KPJ á góðum degi. En samt miðað við stigina sem ég er að sjá, ef að Saga vinnur hérna, ef ég skil þetta rétt, þá geta þeir hins vegar... Þá geta þeir sett Þór fyrir ofan okkur. Að því þú ert með Vega þarna með 21 í plus, skilurðu, með Þór með 26, en Vega er fyrir ofan að þeir eru með innbyrðis. Ef að Saga kemur sér í 7. líka, ég held að það sé round difference sem gerir, þá er Þór basically að fara að taka
Ef ég að skilja þetta rétt. Ég held að við ættum bara ekkert að giska og við getum bara, Ég bara spitballing. Ég kom hingað til að rugla í hausunum á öllum sem að hlusta og þið fáðu bara að njóta, Já, þeir eru alltaf búin að takast á einum manni. Já, það bara eins og það er. Ég er ekki góð með tölur, en þessar tölur sína eitthvað, en það er allavega eins og segir. Við vitum allavega hvernig útkoman en það er, eða svona gróflega, það er allavega KBJ og Saga í kvöld. Já. Og þú sagðir að, ég meina, KBJ er ekkert garantít að vinna sögu því að Saga getur unnið þá, en við getum allavega að byrja að fara í vítaspyrnuna, þar sem við komist að því hvernig möppin eru. Veist þú eitthvað hvernig útkoman ætti að koma? Þetta verður Ancient Nuke og spurning hvað þriðja Inferno kannski? Ancient Nuke Inferno segir hann. Ég ætla ekki að tippa neitt, ég er ekki búin að kíkja, ég lofa, en ég ætla bara að gíska að það kemur óvart að Ancient og Nuke er ekki inni. Ég sé sögu alltaf reyna að taka Nukeið inn, sko, en eina scenario var ef að KBJ myndi banna það, en eru þeir eitthvað að fara að gera það? Nei, byttu, við erum að sjá Nuke hérna, þetta er náttúrulega KBJ, Inferno verður örugglega inni, sko. Ekki nema Saga nái að einhvern veginn að henda því út, það er að segja KBJ pikkja, en Train verður hérna. Ég var að rugglast á Hyperleiknum frá því áðan, sko. Train er örugglega pikkið hjá KBJ. Nú kemur hérna inn og náttúrulega bara make a sense því að Saga fá fyrsta pikki. Já, KBJ pikka Train ef ég var að giska, já, akkurat. Já. En þá er reynda spurning með þriðja, sko. Er þetta að fara að vera hérna innfið? Inferno eða hvað eigum við eftir? Ancient, en ég held að KBJ með örugglega frekar íta þeim. Nei, ok, þeir er alltaf íta þeim í Ancient. Ég hata það ekki út af því að Ancient er orðið, mér finnst að vera mjög einfalt map. Má segja það. Miðjan er mikilvæg, en það spílast einhvern veginn, þetta er svona, þetta er flókið map að því leyti að spilast yfirleitt alltaf eins í byrjun. Þú sér liðin, CT, alltaf fara í þetta mid-control, fæta leinið og þá er þetta alltaf bara spurningamerkin í hverju einasta Ancient leik hvernig ætlar terrarnir að eiga við þessa árás á miðjuna. Og ef þið ná ekki að eiga við það, þá eru þið bara búin að tapa leiknum. Þannig spilast mappið eiginlega undantekningarlaust alltaf. En það er samt alltaf heimur þar sem að þú getur líka bara hendi fljótt A og B og það þarf ekki alltaf að gefa frá sér hljóð. Nei, en þetta er alltaf þessi byrjun þar sem þetta kemur alltaf þessi miðjukontróli, hvert er þetta að fara, skilur, og síðan kemur þetta í midroundin og midroundin í Ancient það sem gera þetta mapp ógeðslega skemmtilegt. Það er mjög skemmtileg midround, stórt mapp, margar leiðir til að komast fram hjá, getur notað cave-ið, rauða herbergið, donut, það eru margar leiðir til að komast á milli, sko, en byrjunin getur ofta verið mjög svona, og líka þú ert ofta að negla á vegg bara, þú ert ofta að negla á veggið og kemst ekki fram hjá þessi lane controli, sko, en það er spurning hvort við lendum akkurat í Ancient, sko, því Saga eru frábærar í Nuke og ég menna Vargurinn á stöðu í Nuke sem við skýrið eftir honum, þannig að Er það málið? Já, það er rauði kassan á rampinum. Það er rauði kassan á rampinum. Já, þarna bakvið. Já, mér finnst gaman að vera þarna inn á milli. Ég meina að Vargurinn þarf alltaf að fara í hotnin til að fara í gildurnar, er það ekki? Jú, þessi pósa getur verið mjög svona leiðileg ef að þú ert með eitthvað með þér á rampinum. Þú ert kannski með einn í hell og þeir byrja allir að fæta hann og hann bara svona felur sig hana, sem hleypar framjá, skrá í bæki. Loksins komast þeir og þeir eru bara strákar, við náðum þessu, við erum að fara 4 planta allt inn, bara vera að spreyja bara. Algjörlega, þetta getur verið mjög leiðindarpósa ef að hún er seld vel. En það er trikkið að þetta er að ná að selja hana, sko. Það verður nefnilega spennandi að sjá hvernig Vargurinn tæklar þetta og það er önnur ástæða til að segja að KBJ er ekkert öruggir. Þeir eru að fá í rauninni, ég ætla ekki að segja sterkari leikmann en mann sem er vanar kannski að hærra level, en samt bara í pöggum. Þú veist, það er ekki sami playstíl að spila með liðum og spila á face-it. Það er mjög erfitt verið með akkurat þú veist, að ég persónulega sjálfur hef ekki spilað á móti Vargnum í deildarleik. Ekki í bara CSGO, ekki heldur í CS2. Þannig að þú veist ekki hvernig að fá hann á svona... Nei, það er mjög erfitt fyrir mig að því, þú veist, ég veit að hann er einn af þessum original OGs, eins og maður segir, sem að hefur farið í gegnum grændirinn sem að nýja kynslóðin hefur ekki gert. Sem að það var ekkert face-it á þeim tíma. Þú spilaðir bara kompleiki á móti öðrum liðum, 10 skrim á dag, þannig að þetta gamesense sem hann hefur er tölvert hærra level heldur en á margir af þessum nýju face-it kynslóðarspilurum, skilur, sem er að reyna að komast inn núna og akkurat finna eitthvað svona flæðið það. Þá skulum við sjá hvort að það gamesense þýðist hérna yfir í leikinn. Það er Nuke, hitti hjá Sögu og Eddi sem byrjar á að neita þeim fyrsta kaflan eða eitthvað, það er bara niður í vendi samt og strax er Vargurinn ber ofan eins og alltaf með bombuna niður.
Þannig að þetta ætti að vera nokkuð örugt. Yes sir. Krakkir. 4 leikmenn sem þessu ríteki. 3 þarna komnir á tíð, en þú er samt með Enoch í bakinu, en ég veit ekki alveg hvað hann ætlar að gera þarna við þetta. Adi fellur hana. Þetta sem flott og Vargurinn er ennþá að halda sínu, gerir það meira sér bara vel 1 kúla eftir og hann ætla bara að byrja sterkur, komið 3 kill ætla ég að segja, hann er neitaður þarna. Enoch ekki að ná að treyta þarna samt. Þetta tók tíma og þetta meira sér ennþá á tíma, það er að hættulega, við veit ekki hvort það sé með kitt eða ekki, Wizard, Enoch gerir mikið læti og það sögur ekki, yes. Nær þessu. Tryggir sögurandi Vargurinn þarna með bara, hvað var þetta ekki, 3 kill? Það voru 3, opnun og hold og ekki að, 1 kúla líka til að loka þarna á síðasta killi sem að hefði bara verið garantít death á Varginn. Já, líka bara props á Varginn að hann virtist mjög yfirvegaður í stöðinni. Hann er þarna bakvið, veit að strákunum koma niður tíð og einn í single opnar og þú sér að hann er ekki eins og ruggar við honum. Hann bara býður eftir að hann fer á línuna, headshotar hann, svingar og næsta dreipur hann líka. Þannig að þetta er maður sem hefur alveg verið í þessari stöðu oftar en einu sinni. Einmitt, hann lætur ekki kegja sig stressa sig. Nei, þetta er bara reynslan að tala þarna. Og áfram höldu við, hér er það úti í þetta skipti. Máti svæði að ætla ég að segja. Já, algjörlega. Gráður á hausnum. VJ með 2. Herðu. Dóm hins vegar er að svara þarna og tekur út VJ, en þú kom við 3 í hellætna. Adi komin með rampinn. Spurning hvort að hann fari eitthvað lengra, hvort að það er eitthvað þörf á því. Veit að svæði sem... Ég held að þetta hafi verið bara rétt að playa því mér þykir ólíklegt að þeir klíra hann. Og það er bara hárrétt hjá þér. Fær hann að 2 garantíð, einu við þriðja, hann heldur maktíðinu yfir. Það er að geta komist niður nokkuð gott, en bara ennþá betra líka með byssuna. Og vita þá að síðast að þetta ætti að vera örugt, fara reynda frekar yfir á A og að ég hátti sér að halda hefinu. Það er alltaf að vera örugt. Það er alltaf í hann, sko. Já, líka sækja peningana. Af hverju klírar hann ekki, klírar þér ekki? Er hann komið nógu snemma? Hvað segirðu? Af hverju klírar þér ekki að ég hátti í rapp? Veistu það? Hann er kominn ósnemma. Það er bara það? Það er það. Hann var frekar snöggur út. Líka bara vel lesið hjá ADHD þarna. Hann heyrði eitt steppa í hell, grunað hann var að koma tilbaka, ákvaði að taka bara örguleiðina og hleypa þeim framhjá sko. Og í rauninni bjargaði bara rondinu. Þeir voru einum undir og vita ekkert hvar allir eru og hann eiginlega bara siglar hérna 3K-inu strax í byrjun til að draga allan vafa af hvað er að gerast í þessu rondi. Einmitt, þeir eru líka ekki með eitthvað heilbrigðustu byssurnar hinum megin hjá KBO þannig að þeir kannski þurftu alltaf að gera eitthvað pace. Algjörlega. En það er úti núna og Vargurinn sér að halda smóknu, lætur ekki gabba sig en það er enginn til staðar til að stöða það þannig að þeir fá allt niður svæðið og sennilega bara bombuplanti í kjölfarið. Þeir eru núalega ekki tilbúinu solo og er alltaf búin að koma sér í stöðu og sér á klukkanum. Já, þeir í stöðunni þar. Þetta er bara 2-2 straight hérna, 3-3 núna. Matti ekki ennþá komið niður en það er hins vegar enginn á B hjá KBO. Allir að koma í tíð. Og það er enginn til að taka mótið en að skúnin að skildi sína sig en... Já, ég held að þeir eru að byrja að fá góða hugmynd að þeir séu bara allir á rampinum. Krakkinn eða Vargurinn komin hérna í bentu og alla leið yfir þannig að hann er búinn að klíra það. Skún þarf ekki að gera neitt nema að vera bara alveg síðasta kontaktið. Nei, þeir tekur skafa af Varginum hérna. Ægilega pressa hjá honum, hann líka rótir bara strax yfir og spila með Wizard. Þeir eru 2, þeir vita en það er engin tími eftir á bombunni. Hún mun springa. Saga er að spila masterclass leik, snemma inn úr klunga. Er það bara momentumið hjá þeim? Þetta er nefnilega líka, þú veist, þú ert með þessi 2 round, þeir fara í deglur í round 2. Þú ert að reyna að gefa þér meiri séns að vinna round 2, en þú ert að tapa utility í round 3. Þannig að þeir eru með enga molla, enga grenur, venjulega ef einhverjum fyrir aftan sæla og bara hendur molla, hreinsar hann út, getur ríteka öðuldra, getur smóka hurðirnar. Þeir voru ekki með neitt, þeir fóru í tíð og það eru engar grenur, engin pluss, eiginlega ekkert í búið fyrir þá til að nota. Við erum náttúrulega follow-offið við að kaupa inn í round 2 líka. Já, Saga vita þetta og að þar leiti bara sína sig ekkert yfir höfuð. Nei. Það sem þeir vilja. Algjörlega. Þarna sjáum við, já, það hérna. Það var
heimur. Skemmtilegt. VJ í varginum. Það ekki... Það einum. Finnst þér alltaf bara að ég átti komin hérna niður en vita af honum? Ég held ekki nefnilega. Ég held ekki. Þetta svo hættulegt! Það kom Dingar rétt, slefar þetta í gegn. En ekki fallegt. Sástu að hann var ekki ánægður með þetta. Nei, en samt svona, já, ég náði honum strákar. Já, þetta er svona spray RNG, stundum svíkja þessar SMG. Það hitta ofta ekki alveg endilega beint. Hann sá Dingi og var eiginlega aðeins öruggari seinna sprayið, sko. En þeir eru ennþá að reyna hérna hjá KB og ætla kannski bara að skoða exits frekar. Já, komin núna með 2 byssur, kannski óþarfi að reyna meira. Og kalla þetta bara gott bakka hérna. Nonni einn sér að, já, kannski sækja sér auka byssu eða hýðileggja fyrir þeim það sem þeir hafa. Já. En ADHD framalega ennþá með byssuna sem að ætti í rauninni að vera eina sem ætti taka en að fæta en verður það ekki byrju Nonni. Það reynar að ninja hérna. Ég hata það ekki. Heiðarleg tilraun. Heiðarleg tilraun. En þetta er strax alveg risastór byrjun fyrir sögu. Þetta er svona historically 7-5 helminga mapp og þeir eru strax komið 4 í terr. Þetta er mjög setjisætið mapp venjulega. Þannig að þetta lítur vel út. Spurning hvort að KBO kom með eitthvað svör við hvað Saga er að gera hérna. Þeir eru einhvern veginn mjög fljótir að fara bíð, eins og þarna tóku þeir ekki eins og eftir að ADHD hafi verið niðri. Tekur VJ hana í baki, sko. Þetta er vöknum sem er svolítið erfitt, finnst mér alltaf að hugsa allt er ósum. Juicy fyrir og Trigger. Hann spila Trigger disciplinu! Sár með þetta. Viffar þessu. Þetta átti að vera bara 3 þarna. Allavega 2, en hann er allavega að skaða í kjölfarið. Þetta er ekki fræðilegt, en þetta hefði getað verið betra og hefði getað verið eina rondi fyrir KBO. Edison heldur þessu gangandi. Nei, já! Marty Dom hjá honum, þannig að hann sleppur. Þetta er enda geggjað scenario. Þannig að núna er alveg heimur þar sem að KBO geta, já, eiginlega bara eiga að taka þetta. Ekki nema Dom síni, já... Stjörnu takta hérna. Stjörnu stæla. Já. Hann allavega... Erfitt, ég held að þetta hafi séð. Nei, það er einum. Hvað er gangið hann að hér? Hvað er að gerast hér? Nei. Hann er komin í vendið. Næstuði búinn að hnífa hann. Hann var næstuði búinn að hnífa hann. Hann hefði náði. Nei, er það? 55. Hann hefði náði að hnífa hann. Var þetta hægrismell? Já. Hann munaði ekki miklu, sko. Producer, get on it. Já. Er það 50? Nei, er það? Það er 65 eða ekki fyrir hægri? Sko, framan á lík... Æ, ég bara veit ekki. Ég er ekki nógu góður hann. Nei, 55 er nú til að drepa hann, sko. Já. Það er verið 2 rætklikk til að nýfa, þannig að það er nálægt. Það er meira en 50. Úff, þetta er glæpur. Þetta hefði verið skemmtilegt að nýfa hann. Ég held ég hefði látist úr sloti. Það var líka bara aldrei að búast við að nýjum uppi. Þetta gera. Þetta er bara í gegn, opnar þetta með 2 bílitt skot, er hann með 3. Næstu því. Harður á því hérna og ennþá að gera bara ótrúlega skaða. Þannig sér ADHD fær síðan. Já, 2 í 1 og það er alveg Dóm að þakka líka, sko. Spreyjar hérna niður. Gerir skaða. Ég er að reyna að skilja hvað það er. Dóma, what? Æ, Dóm, ég held að Dóm hefði hérna tekið... Ég heyrði Dóma að bakka. Hvað er það? Er það eitthvað slengt? Inni action, sko, bara... Munnræpa hérna, veit ekkert hvað það sé. Ég held að þetta væri eitthvað sem ég þekkti ekki, sko. Nei, ég var bara ekki viss sjálfur. Ég bara talaði undan mér, sko. Nei, en ég er samt verið eiginlega að segja að KBO eru smá sjokk. Það voru 2 hérna, bæði á móti Dom, þegar þeir voru hérna í rándinu sem þeir eru unnur reyndar. Þá erum við vappa, hittir ekki skotinu, en sem kemur hinn og byrjar að skjóta Dom og hann eyðir 15 kúlum á þess að ná að klára hana meðan Dom er bara eitthvað kjurr, skilur, og Rufflu líka á rampinum, lappa 3 hérna í gegn, næri 1 en næri ekki nummer 2 né 3 sem hann átti faktist að taka. Það er svona eins og þeir eru ekki alveg on. Ekki alveg on. Nei, það er svona köldbyrjun. Algjörlega. Það sér það alveg, sko. Já, algjörlega og ég þekki það manna best hvernig er að byrja kaldur, sko. En þeir er alveg klárt að Saga er að mæta fyrr aðeins heitari,
þú veist, þeir eru að hitta á skótunum sinni, Einmitt. Og grenunum. Og grenunum, já, ekki síðust, sko. En núna bara spurning, sko, hvort þeir nái að hittna nógu snemma til að geta snúið þessu leik við, af því 5-1 alveg mjög erfið byrjun, sko, í Núk. Saga allavega sáttir með þessa byrjun. Já, og já. Ruflulega bara hérna í Wizard, eða Rodríguez. Herðu, stýrar hann, vel gert hjá Wizard. Wizard að hitta vel í dag. Ekki allir kaldir. Nei, þetta bara... Við köllum þetta að vera með Magneto-hjálminn. Já, það eru allir í KBJ greinlega með hennan hjálm á móti Enok, sko. Hann bara að hitta mjög vel. Og þetta líka eiginlega bara það sem ég sagði bara áður en að leikurinn byrja. Enok mjög mikilvægur lekkur fyrir þetta sögulið, þannig að hann góður í að finna þessu opnanir, hann mjög hittinn og bara að sýna það hér. Bara fyrstu 6 rándanum hann búinn að koma eitthvað 10 kill sem bara meira en eitthvað getur beðið bara í venjulega var það bara allir helmingurinn og það var bara fínt. Þannig að hann alltaf byrja með sterkur hérna. Maður sér líka bara út frá varginum það mikið verið að komsa, þannig að menn eru bara, þó að staðis sekund það ekki að slaka á, menn eru bara að taka spölið sem þið geta farið með hérna, sem að KBJ, þú veist aldrei hvort að hvenær þið vakna, þannig að þú veit að nýta þetta. Framlegur hérna. Rodríguez að taka mótið hann bara heitt kynnis mér. Hann fleiri, nei, farkurinn honum. Þeir ætla bara að gefa rampir hérna sem örugglega bara rétta kallið. Ekki á ADHD. Vita að VJ sýnist ekki nær einum. Veit held ég ekki á honum sem fór í gluggan hins vegar. Þessi fyrir öðru hotni var búinn að loka single. Þetta sem komur í backup í hérna. Dom veit á honum, þeir byggir nær honum. 2 og 2. Það var Dom og Wizard. Wizard ennþá að kíkja í tíð og gá hvort eitthvað sé að koma í bakið. Spurning hvort hann fari bara upp. Það alveg jafn líklegt. Ekki búinn að commit allavega með bombuna. Dom... Þeir ætla að gera það. Þeir ætla að fara upp og eru núna örugglega bara með rándið í vösunum á sér. Erfitt fyrir Ederson að komast upp benti núna þegar hann veit að þetta A-plant. Þú því væntanlega ekki. Einn að koma secret. Kemur væntanlega í main. Komur upp bentið. Wizard með hann og hára Nonni 1 og 2. Að spila þetta vel líka. Enok ekki alveg að selja sig hérna. Að halda lífið hérna og... Snæri svo að Dom. Nær einum áður en fellur en Saga þetta var bara masterclass. Þeir líka bara, já, báðir mennirnir eru niðri. Þeir bara færðu sig. Það var einn bara óvitaður. Þeir eru að líta mjög vel út. Við erum að tala að KBJ nummer 2 bæ og þeir líti út í þessum rondum sem hafa verið eins og þeir ekki erindi í leikinn. Nei, þetta er ég hef ekki séð KBJ að lenda í svona brekku svona snemma, sko. Þannig að en ég meina vissulega mapptekið hjá sögu, þannig að kannski ekki hægt að dæma það á mikið. En ég veit eins og að KBJ eru góður í þessu mappi líka, sko. Já. Þetta mjög aðteknisvert hvernig þetta er að spilast hér út. Maður hefur séð þessar stöðu breytast líka bara alveg síðan í leik. Það er eftir... KBJ átti að verða ekki líka og síðan bestið lið, sko. Þetta er enga veginn örugt. Meira segja ekki þegar þetta er Saga. Það er ljótt að segja það, en þeir eru ekkert örugg í 7-1. En þeir eru að spila samt ógeðslega vel. Þetta er flottur tærnarbyggur, alveg klálega. Og eru líka bara svona nokkur veginn þéttir, þú veist, 3 að labba þarna saman. Ætla bara að fara í línurnar, fá þetta info, vita að þeir eru diglur á móti þeim. Vilja það væntanlega ekki gefa þeim akkana, þetta eru allir bara í einum hóp. Já, þeir eru spottaðir, keyra þá bara niður í kjölfarið. Rodríguez með línu en að fara flassið fyrir niður, heyri í honum. Hvort er eldan eða fara bara upp er... Það er þetta eldan. Varður, gott byggana. Það var bara komið sætið, ekki mál. Solo kemur hérna í bakið, gerir ráð fyrir því að
Þeir eru með þetta, hurðin lokuð, smókuð af. Góð tímasending. Heyri smókinn og opna hurðina, veit að hann ekki tilbúin við byssuna. Vel spilað hana. Það var ekki getur móti. Þá líka þetta síðastir og þetta Vargurinn lappar á eitthvað, það var reyndar ekki hann en spreyjar á móti þessu og það er 8. rándi fyrir sögu og þetta er bara svolítið one-sided eins og og ekki þeim megin sem ég held að yrði. Nei, líka það sem vont í þessu að bankinn hjá KPU er búin að vera brotin eiginlega allan tíman. Þeir fá ekki vappa inn. Þeir eru max búin að sjá 1 skát þarna úti og þeir eru í erfiðleikum við þetta útibús hjá sögu. Og Saga líka að gera þetta vel. Þeir fá ómikla mótspyrnu þá bakka þeir bara. Víða eftir allt feitar og fara sem sækja aftur. Þannig að þeir eru bara búin að vera mjög yfirvegaðir í þessu herrhelmingi og það er alveg að nýtast þeim hérna. Þetta sem þeir eru með 2. Já. Ætlar að setja bremsur á þetta núna. Og með info núna það er meira í rampinum þeir eiga sitt map control. Þetta er erfitt fyrir ADHD og Varginn til að gera eitthvað úr þessu í rauninni hreinlega en ætla ekki að afskrifa á alveg þeir eiga nægan tíma til að vinna með en bara ekki mikið af spacing. Notar Vargurinn gliru? Er þetta svona blue light gliru eða? Nei, getur ekki við. Eru þau ekki alltaf? Nei, þau eru blá. Nei, ég meina það er svona blá tintit svona, þú veist, glerið þar að segja? Það má vel vera, ég bara, þú ekki að fara með það. Kannski spyrja manni þegar þú getur gert. Já. Ég tæki verið. Ég nefnilega hafði ekki. Það er einn eftir hérna, bara hjóla í þetta. Nei, það er ekki að spila út allan tíman. Nei, Gangjörn vel að labba henni gegnum four-way crossfire. Þetta er líka alltaf kontaktin hjá Edison og solo crossfire hérna, Rodríguez píkar. Þetta sýnir, liðsleik. Það er ekki skemmt fyrir að komast inn í þetta ránd. Það eru 4 frá píkana á sama tíma. Þannig að þeir tryggja sér að minnstakosti seinna rándið hjá KPIOF en þeir þurfa aðeins fleiri til að vera sáttir með hennan helming held ég. Algjörlega og líka ADHD er búin að koma bara vel á óvart í þessu leik. Hann er búin að eiga góð play, búin að bjarga einhverju rándum hér og þar og kannski að því ég var að hjóla í hann fyrir að vera ekki að spila nógu mikið. Það var bara fínt að sjá hann koma hérna inn bara harður sko. Byrja líka vel hérna, einmitt með Maktín og hann heldur áfram gangandi rándum sem áttu kannski bara að vera fyrsta stöðurinn hjá KPIOF sko. En þeir líta sérstaklega vel og þú eru búin að vinna helminginn bara sama hvernig restina þeir hjóla hérna bara í gegn síns við eru að greina smókana reynar að greina annan vita væntanlega þeir eru komin niður hvort ég sé tilbúin að taka móti Nonni kom inn þetta píka þarna manni líður alltaf eins og þetta sé að fara að gera eitthvað en mér finnst ég undantekningarlaust hjá mannin í ventinu alltaf degja. Hann yfirleitt nær aldrei neinum. Nei, þetta er bara... Manni líður eins og þetta sé góð staða en einhvern veginn á móti AK-unum og treytið kemur strax í kjölfari þú veist alltaf að lenda í vaskinu sko. Og Ruffli er ennþá í horninu og það var ekki búið að spotta þetta ADHD væri með línu á honum en hann var fyrir ofan hann. Hann fær 1 til, meira verður ekki. Solo sækir hérna 1 til viðbútt. Vel gert. Þeir eru að hitta vel sko. Saga eru mjög heitir hérna. Og líka bara eins og þarna, Solo fær kill, það bara kemur næsti, bara gjör svo vel. Bara þú fær ekki bara 1v1s hjá á móti hérna sögunni. En síðan er líka alveg spurning hvort að KPU sé eitthvað að taka þessu leik alvarlega. Heldur það? Að þeir séu, fyrir bara sömu... Þeim alveg sama hvort þeir vinna að tapa. Þetta hefur engin áhrif á stöðuna þeirra sko. Það meina ég meira sem taka alvarlega ég meira bara, eru þeir að sýna eitthvað play? Já, nákvæmlega. Þú veist, það er mjög lítið. Já, ég myndi, ef ég væri í þeirra stöðu myndi ég segja spilum þetta bara og sjá hvað gerist. Við erum ekki að fara að nota neina af húanum okkar. Ekki eitthvað þannig að við getum anti-straktað kannski að Dusty eða mögulega með sjans á að lenda þeim í bænum, skiljum við. Þannig að þeir getur verið að pugga þetta miklu meira en þeir myndu kannski venjulega gera. Mér líður smá eins og að ég hef spilað á móti KPU og því sem mappi aður. Þeir eru töluvert, þeir eru meira með plays, þegar við skjáum við. Já. Þeir eru oft alveg svona að mæta inn á rampin, að mæta framalega úti og þú ert að reyna að taka úti af terror. Þeir eru búin að vera að gera rosa lítið af því. Sem gæti annarkvort verið bara því Saga er bara búin að íta þeim svo mikið afturbók og brjóta móralið þeirra eða þá bara þeir eru að geima. Og þetta sem brennur líka alveg niður í 10
og mér sýnist það bara að vera þannig að þeir fá ekki einu sinni eitt rond í viðbót. Það bara þessi 2 og bomban komin niður núna. En talað plays, þeir eiga eftir að fara þeim megin þar sem að þú kannski meira ert að setja þig upp í plays og svona. Já, akkurat. Þeir endur ekki útiloka, 3v3 en þetta fara að líta samt svolítið. Erfitt að sinna út í vibbanum. Já, leitur bara í gegnum alveg svona. Þannig staðan, 10-2 fyrir Sögu, strax komnir í 2 stafa scoreline og þá Markurinn hins vegar að passa líka bara vel inn í dýnamíkinu allavega hjá Sögu eins og sko. Bara svona horfur hratt yfir, hann náttúrulega alveg ofalega hérna með killin líka. Já, eru þeir ekki 3 hérna, 12 eða eitthvað, 12-13? Vissut var ykkur á ADHD, allir 12-13 kills og algjörlega. Ekkert minna hérna hinum 2, Dóm og Skún, alls ekkert eitthvað í aftursætinu en líka bara ekkert þurfa að gera mikið aukalega. KPI líka lítið búin að vera að mæta þarna í Secret. Þú veist, þessi vekkur að koma oft mikið en það aldrei neitt sem búin að reyna að mæta þeim þar. Þú veist, oft bara sent rampgæðin niður og þú veist að þessi vekkur að koma ofta að reyna bara að loka á að þeir geti hlaupað þarna niður frítt sko. Já. En það búin að vera lítið að því líka. En stýrist þetta allavega úti hjá þeim. Já, vissar. Og allir 3 hérna. Vargur tekur á móti Eginn líka. Lítur allt inni mjög vel út hérna fyrir KPI. Við erum að hjóla bara hérna niður Secret. Já, ADHD hérna svolítið langt í burtu. Báðir fyrir að koma téð líklegast út af þessu. Þetta sem bara opnaði þetta upp úr þurru eiginlega. Ég held að þetta væri gefið líka bara þegar við vissum alla 3. Já, algjörlega. Bomban fyrir niður, það bara strax, 1 sigur en geta ennþá tekið rondið, 3 eftir líka. En hvernig spilaði rondið? Þeir nú komni með crossfire hérna og neita ADHD inn, það bara perfect. En núna fara allir í þetta. Edison sér að taka þristinn hérna og loka þessu rondi og opna það. Nei, alls ekki, það var Rodríguez sem opnaði það. En 2K hérna sem var eiginlega bara þurfti til að koma aftur inn í rondið, þannig að 3. rondið og bara pistolið, þannig að þeir geta allavega byrja með eitthvað momentum. Það verður ekki mikið fjárfestingu hjá Sögu, þeir eru nú með skátina Já, þeir eru með bankan í það sko, þeir eru með bufferin í að Fjárfesting. Tengja ekki. Spottaður úti, en hann bara sjá að spotta. Já, þetta svona algengt anti-go-round hérna að bara halda aftalega að sjá hvort þeir eru að reyna að taka eitthvað og ef þeir eru ekki að þeir bara hópa sér saman allir og fara. Sýnist þeir alltaf bara að fara í smókveiki hérna. Alltaf að nota hann hins vegar annað mál. Alltaf að fá 1 mann til að stilla þeim. Mér sýnist nefnilega ekki, þeir ætla ekki að nota hann. Þeir eru bara að láta hann upp, deny information og fara hérna á rampinn og mæta þá ADHD hérna á horninu. Nonnit í rampinu áður en að... Þetta verður erfitt, hann verður bara fattur á lífið ef hann getur. Droppa niður og veita henni hratt call svona hjá Sögu og nú þeir eru bara á miljón. Þetta er upp í hefðin, þetta fullkomið þegar þeir eru 2 niðri. Algjörlega, það var rétta callið í þessari stöðu. Vissard einnina í garðanum, það er eiginlega hann þessi killi til að gera eitthvað úr þessu randi en þetta bara að líta... Samt ekki! Býttu! Hann drepur vinstinn, solo, akkurat fær Vítsjö beint í línuna. Var ekki kollateral? Jú, hann tekur... Þetta er orðið erfitt núna, Edison á engu pening núna og bara alltaf Rodríguez og... Nei! Mér þykir áhugavert að þeir hafi ekki bara strauðað upp og... Já, svona miða við aðstæður, sko. Vantaði einhvern veginn svona meiri ákveðni í þetta. Þeir voru alveg að gera allt rétt, sko. Já, þetta er alveg spes. Þeir fóru út og byrja að hjóla inn í garage, sko, sem er ekki það að ég sé eitthvað að segja að sé endilega lélegt play. Þetta er bara svona unorthodox. Þetta er ekki eitthvað sem þú myndir gera venjulega svona seint í rándinu, alltaf hjóla úti síðan og reynsa það allt áður nú fer síðan inn aftur, þú veist. Þú hefur eiginlega bara ekki tíma í þetta. Nei, og líka bara þetta var hættulegt en þetta Þau kallar að finna fyrir því, þetta var í rauninni við erum með og það getur verið alveg hræðilegt að hlaupa þarna yfir, sko.
og líka bara ekki mikið. Mér líður eins og maður bara stiltur upp í vegg og þetta er bara firing spot, skilur við. D-Day, ég er ekkert fremstur og það er bara ekki góðum málum, það er þannig. Þetta er sterk byrjun á sögu, Já, stefnir allt hérna bara í 12-3 og ekki nema Nonni kemur hérna eitthvað markið, já, hann er að opna B-ið, nei, annar á B-inu, Dom, þarf að taka mútið 3 hérna, öllum 8, þarf hann að gera eitthvað með það, nei, allt í einu orðið lífi í þessu rondi fyrir KBJ. Bomba fer niður, skóin er komin hérna í bak og það er fyrsta kontakti komin, hann sér einn. Og hann stöðu heldur ennþá rampinum, það er komið 1 Hann er að velta náttúrulega Nonni á hann. Ísland að reyna að streða. Hjólar í hann, já, og Saga hann er að tryggja sér hérna 12. rondið sitt og komnir á match point. Það er nú ekki mikið af sveigjanleika fyrir KBJ til að taka hennar leika í. Nei, þetta er... Þú þarft að eiga bara fullkomin helming eða það á að gerast og með það sem við erum að sjá frá sögu þá eru þeir aldrei held ég að fara að lifa því að gerast. Nei, og líka bara frá KBJ, það er bara aldrei að fara að gerast í þessum leik heldur. Það er bara, og sér líka bara kaupið, þetta er að vísu, ég kallar þetta Íslendingakaupið, þetta virðist bara vera sterkara heldur en Gunnar. En þetta er í rauninni bara svipað og við töluðum áðan, hvernig þetta lænar upp þessi lið á móti hver öðrum. Saga er númer 5 eða 6 eða eitthvað og þeir eru að láta lið 2 líti út eins og bara amateurs í rauninni, þú veist. Já, algjörlega. Og bara hvort sem að KBJ sé að taka þessu, já, 90% eða 100% þá breytir það ekki því. Þeir myndu aldrei lifa því að gangi yfir sig án slags, sko, það er nefnilega málið. Við erum alls ekki að downplaya það, sko, það er einmitt eins og segir, það er meira kannski ekki að vera að sína þessi secret sem að geta nýtt þér betri playoff. Nei, algjörlega, en þú ert ennþá að spila, sko. Algjörlega. Þú spilar enginn til að tapa, það er alveg á hreinu, sko. Þetta er funninn rétt, sko. Ég er aftur í línuna, það er svona... Dingar. En ADHD er væntanlega vissulega þekktur fyrir þessu rýpík. Veit að það eru 3 að halda sér og hann eitthvað, ég get tekið á. Það er ekki eitthvað að dæma fyrir það confidence. Nei, þú er confidence, sko. Já, við elskum það. Á góðum degi, þá var það stór hættulegt. Vita af, vissu þetta, sé glitta í hann, en hann væntanlega veit að hann getur ekki kíkt aftur. Herru, allt í einu, 2-3, hérna, 1 komin inn, sjáðu á bakka hins vegar, Rodríguez tekur línuna, Vargur með hann, Nonni flottur þarna, grípur hann akkurat með buxurnar á hælunum pínu. Hann er að hleypa á einu skoti en það tengir ekki. En núna er bara spurning, búast þér við Dom hérna, ég held ekki nefnilega, hjóla niður, þetta var óheppilegt. Og soundið er komið. Já, Dom hins vegar snöggur að koma henni í baki á þeim hins vegar. Mæti Nonna. Það er skrítið, heyrðu það nýja honum? Já, þessi skuggan er að pilfara bara aðeins svo snemma en samt tengir þarna og ennþá séns á að tengja alla leið, það er hættulegu leikur þetta í gangi og DJ heldur honum gangandi út frá 32 hestöflum á sínu lífi en já, ekki mikið eftir. Þetta var flott sko, sýndi það að vera með þessi gegnum hurðina þarna sko. Þetta er nú samt, ennþá ekki, það er ennþá svolítið langt í land. Nei, þetta er hins vegar lélegt kaup núna hjá, og þeir bara kaupa sér niður sínst mér með þessa Saga. Sem ekki þetta dæma fyrir það, það virkaði fyrir það áðan og þeir held ég bara að gera það fyrir að það muni virka aftur. Mæta hins vegar, þetta er Antíko búin að molla hérna út, heyrir í þeim og sér 2. Góðu molli í þessu kjölfar. Hins vegar hvort er alltaf reagroa. Bara þetta klassiska lobby crunch sko. En hins vegar komnir 4 niður hjá KBJ og ætla bara að taka þetta 4-4 erfitt retake fyrir sögu núna. Bara vel gert hjá KBJ, bara vera með upplýsingarnar, þeir eru að reyna lobby crunchi, við bara förum bara hjólum beint niður. Breyta þessu bara strax. Já. Nú er bara spurning hvort að þeir reyna að exita hérna fyrir AK-na eða hvort þeir ætla bara að reyna að halda þessum armor sem þeir eru með. Sýnist Dom hins vegar alltaf hvort að reyna að hjóla í hérna AK.
mun líklegast fá alveg bara 3 eða 4 í andliti, sko. Þannig kom maður. Það ekki að tengja Edison tekur hann út og ADHD með grenuna alltaf að reyna hann alltaf að reyna að dósja þá. Hefur þú séð dósja-klipp? Ég auðvitað Þetta var heiðarleg tilraun. Það líka samt svolítið langt í burti. Ég veit að bomban tengir eitthvað við þarna en já, þetta eitthvað bara 10 damage eða eitthvað. Það ekki meira það. Það þurft svolítið mikið til að dósja eitthvað þarna, sko. Það reyndar alveg throwback X-skotin. Hvað að frétta á honum, maður? Dósja? Það stór spurning. Ég bara ekki... Seinast ég var var við hann var bara þegar Lounge var upp í skólaunge, sko. Ég bara... Já, hann átti bara... Þegar hann var að spila fyrir Hellraiser, eitthvað. Já, þú meina það? Já, það langt síðan, sko. Það á undan, neitinu. Já. Ég var svona eiginlega dottinn út í smá tíma akkurat þegar það var í gangi nefnilega. Já, ég skil þig. Þá var ég örugglega mest að horfa, sko. En átti það moment og svo einhvern veginn bara var ekkert mikið meira eftir það, sko. Það var svona eiginlega rólegt hjá honum. Nei, Hellraisers var mjög skemmtilegt lið. Þeir áttu oft svona 1-1 leik þar sem þeir voru að vinna bara tier 1 lið, skilurðu. Basically bara saga. Já, í rauninni, svona við það sem við erum að sjá. Þeir eru eiginlega hérna stórleik. Það verður kannski slakir núna ekki að kasta sér að þetta ránd á bara að fara fyrir KPJ en þeir eru konum með byssu núna á ADHD, Vargurinn líka ennþá lifandi, þetta eru 2 klettarnir fyrir þá. Veit hann af nonna, ég held ekki, Vargur fær hann bara beint hérna í baki. Spila þetta vel, hvað það? Bomban var spottuð en hann ekki að halda henni, þeir spila þetta bara rólega. Já. Koma sér úr þessari stöðu. Ég meina að finna við þetta ef þú horfir á þetta. Þetta horfið núna hvað 4-2 helmingur fyrir KPJ. Sem bara góð byrjun fyrir KPJ líka í þeim helmingi, skilur við. Þetta náttúrulega 70-sided map. Þannig að kannski smá berja sig í hausinn yfir erfiða byrjun en þetta kemur bara fyrir bestu liðir. Stundum lendur bara í einhverjum óheppilu. Þetta alveg meira að þeir eiga bara ekkert svæði fyrir mistök lengur út af því að þeir eru svo að 12 og langt undan sér og núna með 12 og það má bara alls ekki til þessu. ADHD tekur á mótið í hvort þeir allir bara hjóla í helgi hérna líklegast. Á einn á honum, vel gert ég solo, tekur hann fara bara beint upp í þetta skipti. Það alltaf ekkert að grínast en hann hins vegar í frábæri stöðu skúnan tekinn. Núna fara þeir bara upp. Vita af honum á gólfinu hins vegar. Spottaður hérna gegn hurðina. Vargur nær honum ekki og núna í erfiðri stöðu. Hann að burtu líka og þannig það. Saga siglir sig heim. Siglir sig heim rétt í lokin við svo sem áttum von á því. KPJ reyndi að gera þetta svona aðeins skárra þarna. Já, reyndi svona aðeins að minnka bilið allavega. Einmitt. Ég meina þeir geta nú þakka fyrir eitt hlut og það að þeir munu fá að byrja að tísa. Eitt sem þú veist, ég segi ekki þakka fyrir það en þeir eru nú að minnst okkast á sömu hlið og þeir voru í. Já, það sem var byrjað að ganga vel. Þetta ofta erfiða þegar lið velja núk að þú þarft að gefa þeim CT helmingin sem ekkert endilega þægilegast í heimi en ef þú ert mjög bara svona vanur og comfortable í mappinu þá gera sumlið þetta meðal hann Saga og Vegagerir hefur gert þetta mikið í gegnum tíðan líka en bara akkurat sýndu bara af hverju þeir völdu núk. Þeir voru bara frábæri hérna og KPJ eru ekki lélegir í núk en áttu hins vegar bara engin svör fyrir hvernig Saga var að spila þennan leik. Þeir voru bara virkilega flottir og bara þéttir, góð trades og voru ekkert að láta koma sér óvart í neinum aðstæðum af því þú veist þú horfður á öll þessi round sem voru að gerast þeir voru eiginlega aldrei eitthvað mjög close þetta var ekkert eitthvað swinging round eða neitt þannig þetta var bara Saga að labba yfir það í rauninni, já og ég með langar líka að gefa props á Varginni minna þó við séum búin að tala hann ánast bara alla leikinn það líka hann var ofalega þarna á skorbortinu og var að gefa þeim bara þeir eru núna voru ekki 2 jeppar þarna þeir voru 3 og það kannski gefið þeim það að þeir geta verið að taka leikinn 13-6 eins og staðan var eða ekki? Jú, 13-6. Já, ekki close-leikir eins og Saga hefur oftar en ekki verið í. Nei, ég menna að Saga bara núna með Varginum lendu á móti hvort það hefur ekki verið Hyper og fóru 16-13 á móti Hyper í núk. Já, ok. Það var ekki að vera Hyper alveg örugglega. En þú veist, en eins og maður segir, bara styles make games, skilur. Þetta bara hvernig lið spila og hvernig það lendur á móti hver öðrum, sko. En þeir voru bara I'm impressed bara, voru mjög flottir. Sammála. En hins vegar náttúrulega train næst. Train næst og við ætlum að sjá hvort að Saga getur haldið áfram þessu momentumi yfir í þeim leika eða hvort að KPJ ætla að gera eitthvað til að svara þeim. Við þurfum allavega að fara í stuttar auglýsingar áður en við komumst að því, þannig að ekki fara langt.
Já, hann kerir 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að ekki. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er ABLT 27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bæ. Come on!
Já, við erum komin aftur og við vorum að koma úr sjóðheitum núgleik en núna fyrir fram okkur þá er það Train og já, við erum að fara í map-pick hjá KBJ. Þetta ætti að vera snirtilegur hjá KBJ heldur en að við sáum kannski frá þeim hinum megin. Já, ég meina KBJ er arguably bara besta eða næst besta Train-lið á landinu á eftir kannski mögulega Dusty. Þeir eru svona hátt uppi myndir setja. Já, þeir vilja Train. Þeir eru frábærir í Train og mjög góðir. Saga eru ekki endilega þekktir fyrir að vera eitthvað geggjaðir í Train og líka bara Train kannski aðeins svona erfiðara að spila heldur en núg ákveðnu leiti. Já. Fyrir sum lið allavega. Þannig að ég myndi líklegast gera ráð fyrir að við myndum fara í þriðja map. Það kæmi mér á óvart Saga myndi ná að sigla inn Train hérna. En já, það er svo sem með hvernig við sáum að spila það, þá er erfitt fyrir mig eitthvað að afskrifa það. Það er nefnilega, maður veit eiginlega ekkert hvað getur gerst hvað þá núna af því að Saga komu inn á bara í 7. gír og það getur vel verið að þeir fari inn í Trainið með sama hugafari, auðvitað. Já, en sko, af sögunni að segja hvernig þetta hefur verið áður þá hafa þeir ofta akkurat byrjað ógeðslega vel. Tapa sem að næsta mappina þeir eru ennþá ykkur í sigurvímu og Já, þannig að við gætum að sé það væri bara líklega að fara að gera sko. Við getum alltaf að þakka fyrir það að þeir fá að fara strax inn leik þannig að kannski halda þær þessu momentumi áfram en það byrjar allavega þannig að það er strauð út tvistin og það er bara fram og tilbaka hjá báðum liðunum en Saga endar á toppnum, Nonni núna einn eftir á 3 leikmenn og þeir spila allt í einu mjög rólega núna þegar þeir vita að hann er einn. Erfitt fyrir hann að komast úr þessari stöðu en hann ætlar að vísu að reyna, spottaði einn, nær að koma sér í 1v2 núna og allt í einu er þetta opnað. Búinn að spotta hinn, en hvar er síðasti leikmaður? Hann lætur hann bara eiga sig, nær dinginu í þessu. Og þetta er allt í einu orðið opið. Já, Vargur þarf að hægja á sig núna. Vargur er samt alveg líklegur til að reyna að taka þetta er svo gott! Hann er ekki að tengja Nonni næstu því búinn að galdra eitthvað þarna. Og svo var Vargurinn samt kominn í fína stöðu ofan á það, þannig að það var kannski... Þetta hefði verið erfitt ef hann var ekki beint í baki, sko. En mögulega hægt að ef hann er náttúrulega með rafmagnskassan í baki þarna, en vissulega góð byrjun hjá Sögu, ná hérna sigla inn fyrsta rándan í segi. Sen er ég bara að fá staðfest að rándiffi skiptir ekki máli í stöðun á töflunni. Það er heads-upið skiptir máli og út í þessu tilfellu að Vega vann Þór og Sögu. Það var heads-upið þeirra með þeirra heads-up sem væri þessu líklegasta heads-upið á milli Sögu og Þór tekið hvar þeir lenda sín á milli sem ég veit að Þór vann þannig að þetta mun haldast alveg niður í 5. sæti Taflan. Taflan mun, já, í rauninni voðalega lítið breytast. Nei, hún mun alltaf ekki breytast neitt. Ég hins vegar með entry hérna á Dom, allir í Sögu frekar langt í burtu eins og er Edison komið framalega eins og honum er líkt. Mætir þeim bara en nær að tengja smá högt í gangi hérna en Rodríguez tekinn af Skún. Allt í einu orðið 3-2 hérna og Edison nær ekki, nær honum núna, loksins. Sensi kúlunni kom við tekníuna, hefur ekki tíma til að reloada hins vegar koltinn. Já, reynir sitt besta hérna. Það er eins og að flasta að báða en Vargurinn tekur hann út. Bomba fyrir niður og þeir geta verið þakklandi fyrir það, fá smá pening í bankan og aukalega. Við sjáum mörgulega ekkert mikið meira en díklur hjá KBJ núna, eða er þetta fyrir kaup? Þeir forsuðu niður með þessu, ekki? Jú, ég held að það sé læt, sko. Þannig að já, við sjáum díklur, við ætlum að hafa eitthvað yfir í næsta ránd og ég meina að díklurnar eru alls ekkert slæmar á móti, ég ætla ekki að segja eitthvað heilbrigðasta kaup þarna hinum megin, en þeir eru samt að fjárfesta meira í þetta. ADHD fær hann bara skátinn, já. Akkurat, þetta er bara nokkurn veginn run it back, samarandi aftur. Eiginlega. Run it back og þú ert með garanterað kaup í næsta rándi. En já, það er bara nákvæmlega þannig. Þeir ætla að byrja sömu byrjunina, eru núna búin að koma sér fyrir hérna í Evra og það verður til að komi smókur inn á A-sætið, hvort að hann sé loka viðstæðan eða ekki.
Þeir koma sér hérna fyrir í poppinu, jú, og eru með þess að komnir alla leið í 8 A. Þeir koma 2 smókar inn á A, tvisturinn smókar en það enginn þar inni eins og staðan Ekki líka sínst mér. Markurinn svo framalega á rétta stað en hann flassaður út. Áhugaverið smókari hjá KBJ. Edison gerir þetta vel. Kominn fyrir aftan þarf í rauninni eins og hann hendir byssuna, hann vill ekki að þeir taki hana. En þeir fara samt með allar 3 byssur, 3. Þetta voru sástu veggina? Já, ég sá þetta var bara út Ég hef ekki séð þessa veggi áður, sko. Þetta kannski það sem kannski sýnir að KBJ greinilega ekki að fela neitt. Þeir hendi bara í þetta. Þeir voru með smók, sá ég hérna á milli, eða ekki? Jú, hann hendi einn hér. Við erum að benda á skjáin hjá okkur því heima. Einn hér og einn hér. Þannig gappið einhvers veginn hérna niður. Einmitt. En þeir notið þetta væntanlega til að þú geta farið hérna meðfram og inn í. Fyrir þá sem eru heima og sá ekki hvað vorum að benda á, þá vorum að benda þarna. Já, þetta var það. Þetta var þarna, já. Fylgst bara með puttunum. Einmitt. En mér fannst það mjög skemmtilegt. Þetta var góð útfærsla eftir sem með 2 og Rondi hefði þannig sé alveg geta spilast betur fyrir KBJ þarna. En vorum alltaf bara ekki að fá pikið sinn. Nonni nær 2. Vissar núna í svolítið erfiðar stöðu en einn með honum hérna í... Þau eru allir 3 eiginlega bara til að taka mótið þeim. Rodríguez. Markurinn... Framalega. Spurning hvort ég vita þeir séu báður hérna. Ég held ekki nefnilega. Þeir ætla að bara hjóla úti. Tímasetningin! Hún svo góð ef að Markurinn hefði fengið kill tilbaka en Michi var að halda honum og Edison sér að klára dóm þannig að þeir fæ fyrsta rondi sitt hérna afsakið og já, allavega komnir inn í leik nú strax, hægt að segja. Já, aðeins fyrr og líka ef þú horfir bara á peningastöðuna hjá Sögu, hún er bara ekki góð. Nei. Þannig sé. Þeir eru ekki með mikið jútil til að stoppa neitt úti. Hún er með 2 deglur, 1 vappa hins vegar, hetju vappa á honum ADHD. Spurning, mikil pressa á honum í þessu rondi að ná að gera eitthvað en grunar að KBJ viti að vappin sé hana. Hvort þeir ætla bara að hjóla í inni eða hvort þeir ætla að taka popdog. Bara í popdogina, Dóm hins vegar. Mögulega fara að fá það bara í sig. Lappa bara í hann hérna. Það er bara einum Markur Bjóðar svaraði í. Markur með 2. Og kompuna alla, þannig að það er info ofan á það. Já, nú byrjar að sjá rotatið inn hjá Sögu væntanlega vita að það er eitthvað í gangi. En KBJ að lappa tilbaka. Hann er svo snöggur að taka allt þetta space og búast við honum hérna samt. Edison er tilbúinn en hann sér líka 2 í kjölfarið þannig að það kemur ennþá meira info þó að hann fellur. En mínúta eftir til að vinna með fyrir KBJ og þeir geta alveg stilt þessu upp til að vera bæði A eða B en Vissar komin hérna framalega, það er enn og aftur info, bomban er spottuð. Hinir 2 leikmennir báðir í tenginu þannig að þeir eru ennþá með bæði sæti. ADHD nær einum. Edison nær ekki að gera neitt úr þessu. Það var alltaf VJ. Vissar þetta Newbox. Risastórt að þeir fái líka að taka vappan með alla leið fyrir næsta round. Ja, kaupið getur núna komið í... Já, nú verður þetta bara heilt kaupið á Sögu. Þeir geta kastað byssum á milli og já, skrapa utilitin til að líta svona nokkuð heilmikið út. Já, ég kemur svo sem ekkert óvart að spara hérna, sko. Saga? Já, nei ekki Saga. Nei, KBJ. Já, KBJ. Já, jú, það lítur að vera. Ég átti við Sögu það því að þeir voru ekki með... Nei, þeir kaupa alltaf að þeir unni rondi, sko. Voru með 2 diglu líka, sko. En já, einmitt þetta lítur mjög heilbrigt út núna. 4-1 og það er kannski bara heimur það sem að Saga tekur 2-0. Er það heimur? Það lítur vel út, sko. Sagði ekki nei, það getur því. Ég skal alveg viðurkenna það að Saga lítur rosalega vel út. En já, ég er alveg sammála og ég ætla ekki einu að segja að sé varginum að þakka en í þessu mappi, jú, hann er búinn að vera að taka kompuna af KBJ. Þeir hafa ekkert til að vinna með það. Nei, og líka ADHD er bara búinn að vera tengdur allavega í þessum leikjum. Þannig að það er líka bara lítið leikmaður ef þú ætlar að vera með vappaleikmanna sem er líka að hitta þá byrjar þetta strax að vera erfitt. Hvað þá með frábæra ræflar eins og Vissard og Vargin síðan fyrir innan handar, sko.
Einmitt. Það er kannski ekki eins mikið pressa á ADHD að performa og bara leiti getur verið slakar í allri stöðum. Þetta náttúrulega, þú veist, pick-upið af Varg rosalega svona, þetta svona leikmaður sem getur breytt flæðinu á leiknum með hvernig hann spilar, sko. Og hann veit líka hvað mikilvægt til að rugla í vörninni, sko. Þannig að, eins og sér, tekur kompana fyrir baki og þeir að vera alltaf hvolf hjá KB og þeir þurfa að snúa allir við, sækja, en þá niðurstaðan þannig að Saga veit nákvæmlega hvar þeir eru og eru allir tilbúin að taka móti þeim. Það bara þetta information sem bara lykillinn. Veit alveg hvað hann að gera, reyndur maður og... Flott skot hjá Nonna, en Vistar til þess að tilbúin að taka móti þeim, þeir bara í línuna, tekur hann. 5-1 fyrir Sögu og tilfinningin bara pínuð þannig að við erum að sjá meira af því sama og í Núk. Já, í rauninni þú segir það. Eina að við erum á... Rándin ekki búin að vera close, þannig sé. Eitt ránd þarna sem fór KBJ í haginn og síðan aftur bara sjóið. Saga á eftir að spila til hliðina og það verður ekki alltaf verið það þægilegasta fyrir þá í treininu. Að verið miklu svona virðist vera öruggari með sig hérna megin en það er líka vörnin sem þeir þurfa að díla við KBJ, þannig að það gæti verið allt annað shift þar en við erum að fara fram úr okkur, það er nóg eftir að rándunum hérna og Saga eins og bara að vinna með hvert einasta ránd sem þeir geta. KBJ, þeir þurfa að fara spýta í lóan ef þeir vilja draga þetta yfir í 3 mann. Já, sko, þetta er náttúrulega áhugavert að ég misti af hyperleiknum hjá Sögu eftir að þeir pikkuðu Varginu upp. En það sem hefur vanalega verið Sögu að falli að þeir hafa verið með lélegan CT-helming en frábæran terhelming. Já, þú meina það? Já, en það er spurning hvort að með því að hafa tekið inn Vargin að hans styrk í CT-hliðina það mikið að hún alltaf í einu orðin og þetta sittir þá bara á næsta level skilur sem lið. Ég verð að viðurkenna bara frá svona grunni þá er skemmtilegt að fylgjast með Söguspil núna af því að þeim gengur vel. Það var ekki jafn gaman þegar þeir voru ekki að spila vel. Nei, maður sér alltaf þetta og svo svona, þetta leit ekki svona eins og topplið. Nei, en KBJ hins vegar er núna mögulega búin að sigla hérna inn rándi númer 2. Það er plantið inni, Wizard, 1 eftir og ætla hans ekki bara líklegur að halda. Er hann með peningi þetta? Nei. Tekur AK-inn og væntanlega fer bara í að halda þessari byssu, kannski reyna að gera eitthvað skaða með því ef hann getur, en þetta er bara það eina í stuðunni akkurat núna. Og sýnist þeirra nokkurn veginn svona virðing hjá KBJ, þeir eru ekkert að drífa sig á hönd og þú heyri í byssunni. Ég held að Wizard sé líka alveg bara svona viljandi að henda. Bittu. Þú ert að grínast. Nei, hún er fyrir framan og fyrir framan. Þetta var heiðarvel tilraun, en spókurinn lendir ekki þar sem hann vill. Nei, hann hefði reynt að ninja þetta, sko. Já, en ég held líka að hann hefði ekkert verið að búast að bomban væri þarna megin. Hann virtist ekki verið tilbúin að kasta. Nei, hann hefði ekki náð að hlaupa yfir. Hann hefði smókurinn ekki klesta á. Þetta var svona death cake smókur. Já, þetta er alræmdur fyrir eitthvað svona kjaftaði. Sagði nú það, Einar, að þú væri típisku til að vera svona heppinn í ákveðnum stöðum. Heppinn, en ekki með util. Nei. Þetta er, ég og utility eigum mjög styrt samband. Alltaf þetta ekki bara Valorant, þar sem utility er bara ógeðslega einfalt. Það er bara eitt takki, búm, þetta fer það svo vilt, ekkert flókið. Ég held að væri bannað að segja Voldemort uppátt. Já, ég er að tala illum leikinn hvort þið er, þannig að ég held að allir sem sáttu við það. Hann er á hættu það núna, en... Það er eitthvað að sýna með rautt spjald hérna, ég veit ekki hvað það er. Það er gula spjaldið, ekki að það er gult, sko. Þetta er fyndið, sko. En hérna koma þeir hjóla út, búin að vera nokkuð samfærið í hana. 5-2 núna, KBJ að sína lit. Þeir eru að sína tennirna sínar og treyta út í hana Dom, aftur Vargurinn niðurst til að halda bara 111 ADR, það er bara rosa fínt. Er hann ekki, Vargurinn ekki bara elsti leikmaðurinn í úrvalsdeildinni? Þannig ég fái bara almennilega að hjóla í hann. Ég þori bara ekki að giska, sko. Ég held að ef ég man rétt... Já. Þetta er þetta Vargurinn. Þetta er þungur hnífur. Þetta er þungur hnífur.
Þetta þungur nýður frá þungum manni, sko. Ég meina það vel, hann náttúrulega bara kjötaður. Já. Veistu hvað, ég reynda sko, ég sé betra svona, hvað kallar maður þetta, Latsbrett. Latsbrett, já. Veistu hvernig þú getur fengið stærra latsbrett? Spurðu hvernig? Red Bull gefið vangi, sko. Já. Ég fekk smá svona... Ég fekk smá í sálina við þetta. Það ekki fyrsta skipt sem það gerist í train heldur, já, sko. Þetta var emotional damage. Peningastaðan ekki góð, varkurinn 1 á AK, hinn verða væntanlega að spara hérna. 5-3 KBJ komnir í þennan leik til að spila. Ef að Saga vinnur 2-0 þá vil ég að þeir taki þátt í úrslitakeppninni allir bera ofan með varkurinn. Ég veit ekki alveg hversu vel þeir tæki það strákarnir, en ég menna I'm all for it. Ég er búinn að henda þetta út, þannig að pressa það þeim. Fara hérna niður Popdog, koma 2. Lítið sem Dom getur gert hérna með uspuna, en 3 hins vegar að taka mótið þeim hérna úti. Þetta er svolítið erfitt, þeir eru löngum færum, bara... Já, Nonni hins vegar búinn að taka vissar. Núna þetta, hann komin í flanki, nær hæglega að tengja hins vegar. ATHT með AK-in og Skún. Já, þetta er bara plant og þetta ætti að vera nokkuð... Já, 5-4 og við erum að tala um að þetta er... Ég held að Saga sig að finna núna fyrir smá stressi, sko. Þeir KBJ eru mjög sterkt sitjilið í train. Og langar eiginlega að segja að þeir hafa ekkert efni á að missa mikið fleiri rounds en þessi 4, sko. Og ekki síður heldur Saga kannski vita það að þeir eru með sterkara lið í vasanum eins og staðan er. Ef þetta fyrir 3. mapp þá allt í einu er þetta bara best of one. Já, það er nefnilega, þetta er, ég var svona að vonast til að spá minn væri ekki rétt að Saga myndi svona missa móðin í mappi 2 og sem heitir í 3, sko. Hann er kominn í, akkurat frábæra stuði hérna, Ólaf og tekur 1. Þetta er af ATHT inni líka. Þeir eru líka samloka hérna, ATHT og... Þessi tímasetning er ekki góð! Hann er ekki að ná að tengja hins vegar. Það fór í vaskinn þarna, allt í einu allt á varginum. Hefði mögulega getað bjarga rondinum en á 2 þarna, en er ekki að ná að tengja á fyrsta almennilega til að geta klárað hann. Vargurinn yfir. Nær dinginu, en AK-an yfir. Þetta er erfitt á móti Edison. Hittu báðir í hausa hvor öðrum, en málið er bara hann með AK-in. Það er eiginlega bara það, bókstaflega. Strákarnir. Við skulum ekki fara í þetta aftur. Nei, förum ekki í þetta aftur. Nei. Ég veit ekki hvort að streamingtímið okkar er að gera þetta viljandi til að fá okkur viðbröð. Nei, ég held það fyrst, sko, en þetta er fyrirfram, svona, ég man ekki hvað það heitir, larp eða eitthvað sem að myndar að fyrir, sko. Þetta er ekki, þetta hét eitthvað svoleiðis. Þú ert alltaf larpari, ég vissi það. Já, það er svoleiðis, alltaf með sverðið í skuldin, sko. Þegar, ég man að Lex-vilinn, hann var alltaf eitthvað að stilla þetta upp á síðan. Þeir heyra þetta allt. 3 hérna niðri, en 2 er að koma seint. Þetta er eitthvað áhugavert að þeir taka flankið sem kemur upp. Þetta er, nú langar mér að segja, ef þetta var viljandi, genius. Þetta var frábærlega úthugsað. Ná hins vegar ekki alveg valjúinu úr því sem ég hefði vilja, en þetta er áhugaverð. Þau hlaupa 3 inni, koma 2 seint uppi, þegar Popdog-flanki kemur, þá til að reynsa þá í baki. Þannig að þetta er komið silent. Þannig að, þú veist, öllu líkindum var þetta planað og við finnst það frábæra hugmynd. Þetta bara í rauninni, þú veist, vinnur rondi fyrir þá. Já. En í rauninni bara útfærslan hefnast bara ekki alveg nægilega vel. Nei. En play var geggjað. Play var geggjað. Það er svo gott. Þetta er allavega 7. rándi fyrir KBJ og þeir eru núna komnir yfir. Já. Og þetta er fara að líta, ég segi ekki út eins og 3. mapp strax, við erum eftir að snúa þessu við, en þú varst að segja að setja hliðina eigi bara að vera sterkari hjá KBJ. Já, þeir hafa almennt verið það, mjög sterkir í CT, sko. Ég verð að segja, ég er bara spenntur líka að sjá Sögu spila fyrir sem ástæður að segja í allt. Það er bara, það er mannabreiting, það er vargurinn. Vargurinn eins og er bara fóristaninn á Sögu. Hann er búinn að sækja sig MVP eins og
En það þarf að fara alla leið til þess og Vargurinn heldur áfram, sækir hérna tvist og allt í einu þetta bara orðið þeirra rándböla. Það 3 á 2 núna, Rodríguez með vappan og Nonni AK ekki mikið eftir núna. Nei, það bókstaflega bara eina vopnið þú ekki verið með þessa stuð, veit það líka, hann skiptir yfir í tekkuna. Þetta er orðið eiginlega smá vonlust fyrir Rodríguez hérna. Hann verður bara að fara í gegn. Ég held að hann, eða hvað? Hann loppa bara... Vargurinn bara aðeins og snöggur hann að var með 4 held ég í þessu rondi ef ég sá rétt. Yes sir, 4. Já, og gerði bara stórt púsið þannig að 2 saman, Skún og hann í popdog á 4. Vil spila, bara 6-6 og þetta pistarónd að fara að vera mjög, mjög mikilvægt. Upp á hvernig restin af... Já, að því það getur oft sett þetta svolítið svona erfiða stuð að tapa pistólinu að því þú vinnur, þú veist, það kaupir smá til að inn í annar rándi það svona eitthvað sem er með lélegt út til að auðvelt að hrynja í kjölfarið og missa pistólrándi, sko. Sérstaklega í svona leik. Þannig að þetta að fara að skipta sköpum held ég hver tekur það. Komnir hins vegar út hérna ADHD 1. Hann bara að selja þetta og kemst upp með það. Rodríguez er búinn að ná einum, Skún með 1 tilbaka, Vargur hérna á default pepper plantið. Ennþá í 5-munni, það enginn búinn að hreinsa hann ennþá. Og núna Vissard verður að gera eitthvað hérna, nær einum, nær hann öðrum. Wow, Solo, hvað ætlar að gera í þessu? Þetta getur verið mjög sterk byrjun fyrir það, ef þeir ná þessu pistoróndi þá get ég ímyndað mér að komi mikið hæp í gangi á sögu. Hann fake plantar. Nei, hann fer í þetta. Vistu, bara drullu gott og komin í 1v1, þetta alls ekki ómögulegt og enn betra, sækja pistólið. Enok með 1v3 hérna, bjargar þessi rándi fyrir sögu. Og bomban og bara gefið svo mikið. Algjörlega, þetta var flott ránd frá Vissard. Það nefnilega, þetta orðið komið gott bara svona firepower í sögu, sko, með þá Varginn og Vissard þarna. ADHD hins vegar ekki búinn að vera mikið sjáanlegur þú spila heila setja helming sem vappi fyrir sögu 4-11, náttúrulega ekkit endilega byrjunin sem hann vildi í þannig leik, en hefur svo sem einhver tækifæri til að sýna sig núna í TER. Og nú þetta viljandi, sko. Samæla með Dom er líka búinn að vera svona, þú veist, svolítið undir radarinn, búinn að skila í sínu í núk en var svo sem ekkert meira það, slappar á baseline og hann var meira að segja bara, var það ekki með toppunum hérna, Vissard og Vargur báðir og þeir eru bara ennþá hérna að gera helling fyrir sögu og ADHD, ég meina leiður búinn að bæta honum við og ég get trúa að hann komi upp svona í lokina, virðist vera, hann spila bara vel eftir þessu. Þegar tíminn, þegar núna eða aldrei. Þetta eitthvað sem að... allir hins vegar að taka bótið. Það bara komnir inn að Solo með 1. Með treytinu Vargur hins vegar fljótur að svara, tekur Nonna. Solo nægur honum ekki. En samt erfið staða hérna fyrir KB og þeir eru bara með Ustur og P250. Vargur hjóla bara í þetta. Nei, Rodríguez tekur hann, Dom komið nálægt þarna nær honum og tekur 2. En hann með svo óþolandi pressu þarna og bara leiðir mig að komast inn í rándi bara með því að vera viðstaddur. Nei, algjörlega. Þetta bara, Saga að spila masterclass so far. Þeir eru náttúrulega bara 2 rándinn. Já, ég meina aftur á móti, þú veist, þeir eru 8-6 á móti KBO sem eru frábærir í þessu mappi, þannig að Saga klálega að gera eitthvað mikið rétt eins og Já, þetta nógu gott kaup hjá KBO núna til að stöðva það sem að Saga að gera eða þurfa þeir... Þeir eru bara með 2 molla, sko, spurning hvort að þeir var ekki bara báðir úti þessi mollar til að hægja á rössinu, sko. Molli á Ivy og Molli úti fyrir fram á kompi, þannig að það slekkur allavega í öllu. Þetta sýnist mér bara að vera default round hérna. 3 hins vegar að fara Ivy, með 1 í kompunni, 1 í Breiðholti. Næsti, bara Solo hins vegar færða og það eru líka bara alla hérna inn með flassi líklegast. Við vita hvorum einan líka, þetta ekki gott fyrir Solo. Nei, þannig að flass ef það kemur þá ætti að koma leikmaður með því.
Smókurinn núna horfinn þannig að þeir þurfa að gáfa bæði en það kemur annar smókur upp á nýtt og nú hann allt í nútilokað. Solo held ég gerir bara rétt að bakka hérna. Það ekki? Jú, hann veit að þeir vita á honum sko. Þannig að þetta eiginlega bara rétt að gefa smá og fara bara í næstu línu. Gefið þeim ekkert frítt og kemur sér núna fyrir við betur stöðu og reynir að taka slæginn hérna frá nær digginu en ekki meira. Ekki að klára. Núna allir þrír út við eitt í tenginu. Spurning hvað Saga gerir hérna, þeir ætla bara að hjóla CT-inn, 2-3 saman. En þú ert með hins vegar með einn í breiðholtinu líka, þannig sá sem inni að fara að lenda í miklu vandræðum. Edison verður að vera stór hér ef hann ætlar að bjarga þessu rándi. Það einu, það ekki öðrum. Margurinn hins vegar tekur VJ, Skún með Edison og allt í einu Rodríguez einn eftir hérna og Margurinn með hann líka komin í 28. Og já, þetta ekki gott fyrir KPO. Þeir eru ekki pening, þeir eru vel blankir. Á öllum líkindum að fara í 10-6 hérna og eru ekki með neinn svör alltaf eins og Spurning hvort þið breyti eitthvað til hérna hvernig þeir eru að halda en aftur á móti þetta bara sama og ég sagði, þú veist, peningurinn ekki frábær í bærándinu þeirra og þetta getur gerst og tapar þessi pistól að það bara svona kemur bara svona, ég veit ekki hvað íslenska orðið er en svona cascading effect í kjölfarið af tapa þessu sko. Annarkvæmt nærðu akkurat að brjóta momentumið að lendir í akkurat. Það bara eins og efnahagurinn hjá þeim hafi verið uppvarður af Valve. Já, þetta er Víci tekinn einhvern veginn við að reyna að hlaupa í burtu þarna. Solo fær eins og grenu 16 í líf. Þetta er erfitt fyrir hann núna en komin hérna með backup frá Nonna. Í skemmtlegri stöði þarna. Ég ekkert alltaf viss að þeir klíri þetta hot sko. Nei, þetta er ekki mikið spilað, en kannski líklegra í svona stöðum. Jú, hún bara með radarinn á... veist það líka fljótar að svara hana. Kannski tekinn... Hleypingu frítt, klera allt og að gera á móti svona pislum. Þetta bara að vera 10. rándi fyrir stöðu og þetta er bara virkilega sterk byrjun og líka bara þeir að spila vel T-side strax. Það er ekkert búið að líta illa út hjá þeim. Nei, líka bara það sem ég held að Saga er að gera vel á móti KPU og þeir eru ekki að taka þessa slægi 1 og 1 og 1. Nei. Þeir eru bara í buddy allan tíman og spila treytin og þannig eru þeir að koma sér inn. Ef þú spilar á móti KPU og þar sem þú ætlar að reyna að áteima þá og fara í þessi 1v1 þá ertu bara að lenda í vandræði. Já, þá er allt í alltaf. Þeir eru hitnir, þeir eru, þú veist, frábær í þannig slögum en Saga bara er að sýna að þeir eru bara sterkari sem heild akkurat núna. Já, þetta sem bara lappar hérna áfram. Já, Margurinn vinnur þetta einhvern veginn. Tveir hérna í línu komnur inn í... þetta er... Þetta var hot spot en aðeins bakkaður. Hann sá hann. Mólaður út eins og það er 3 að halda honum, erfitt fyrir hann. Margurinn núna 1 eftir á móti 4 og... sýnist hann alltaf bara að reyna í eitthvað slægina. Crouchvikið á Solo hittir ekki spotinu hana. Einn upp að lestinni, ég held að hann sjái mér þess að yfir. Það tæki ekki bara, nei, hann er ekki í krossinum. Önnu lína, já. Væt svingar út frá þessu. Hann ætlar að reyna þetta. Já. Hann er líka búinn að hræra núna aðeins í mönnum. Þeir þurfa aðeins að dreifa sér. Hann gerir þetta líka vel, hann jigglepíkar alltaf fyrst í línuna sem hann veit að gæðin er á og Solo bara búinn að hitti ekki tvísvar. Einmitt. Þetta gæti verið hættulegt, hann setur í stuð til að mynda þetta og næja á síðasta spoti. Hann veit ekki að Rodríguez sem svar. Þetta getur ekki sens á komið 3 hættukill. Nei. Reynir við bombuna en gískar að báði menn séu... Ég meina góð tilraun, tekur góðan skaða þarna og peningurinn hjá KPU þeir hafa ekki efni á að tapa rándi í hana sko. Nei, sýnir líka bara, hei, við erum ekki trættir en kannski frekar, ég er ekki trættur en samt, mér finnst eins og Saga séu bara að spila eftir þessu líka, eru búinir að vera bara svona skemmtilega ágengir í öllu sem þið gera. Já. Svo ertu með KPU, afsakið sögu, hérna, ég ætla að segja pistolrándið. Það var eiginlega svolítið eina rándið þar sem að eina og gnæra þarna pistolklötsinu. Út frá því eru þið búin að fá allir þessi ránd að kolli. Já. Þannig að þetta er
þetta hefði getað breyst bara algjörlega út á pistolum. Gott flikk hana, AT-AT tekinn. Hann bara ekki að ná að finna sig í þessum leik. Nei. Rodríguez tekinn yfir að varginu Markunni, þú veist, hann bara að lappa út að drepa alla einn. Insane. Hann bara að eiga stórleiki hérna. Hann að stefna í 30 bombu. Já, og það nóg eftir að leiknum, sko. Sko í MR12 líka, þú veist, þetta 40 bomba fyrir nokkrum árum, sko. Já, þetta er svolítið á herðanum hans hérna akkurat núna. Hinnir ekki alveg búin að vera jafn sjáanlegir, en ef þú fær ADHD til að vakna núna þeir þurfa á því að halda, sko. Þú getur ekki ætlast til að vargurinn sé að spila fyrir tvo allan tíman, sko. En Skún hins vegar, já, flott beikana, alltaf nonna núna. Og líka bara að vargurinn hafi bara galdrað þetta rond. Bara eignan út kompuna, tekur 3 sem á bara ekki að geta gerst. En einhvern veginn, þá eru guðirnir góðu við hann í dag. Já, algjörlega. Það er svona að vera Greek God. Já. Ég vil meina að hann væri örugglega 3-18 ef hann væri í ból, sko. Leo with the shots. Já, horfða mig vera að bera ofan í næsta leik. Með hárið alveg. Já, ég ætla að vera með hárkolli. Þetta er, já, saga. Ég meina, þeir eru komið 11 rond núna. Þeir þurfa eitt til að geta fengið svona léttir, en mér sýnist þeir ekki þurfa því að halda. Þeir eru bara ekkert stressaðir á neina viku. Svona ef maður les þá gróflega. Og líka bara, ég held að, snemmt að segja, þetta vargur þessi perfect fit fyrir sögu. Já, hann er allavega að spila mjög vel hérna í dag, sko. En þetta er bara sama. Þeir eru bara að labba hérna aftur út æfið. Hvort er þessi skynni eitthvað veikleika hjá KB og Ævi? Ég veit ekki hvernig Böddi tekur því. Það er verið að nýða svona á honum. Það var til að fá svar. Þess vegna er bara einhvern veginn að digga varginn í þessu litlu glufu þarna. En hins vegar sólofallinn og erfitt náttúrulega hérna fyrir KB og ekki með frábæran pening. Eru með lítinn armor flestir allavega. Dom hins vegar er held ég bara að fylgjast með þessu. Spider senses are tingling, eins og maður segir. Sér líklegast bara, sér í skuggan hans. Er það? Já. Hann sér í skuggan, við veit á honum. Hvar sér? Hann er Þarf ég gliru? Hann er þarna, við veit á honum með próflósin, sko. Mollan með þessa. Já. Hann var... ekki með hljóðið. Já, verkeflegt að ég sé yngri en þú að sá þetta, sko. Nei. Þú varst að spyrja mig á það hérna, það er ekki alveg 4 kilo. Herru. Ég reynda vissi ekki að það væri hægt að sæjast þarna. Ég var bara að sjá það núna. Þetta er bara, þú bentir á þarna á það. Já, ég hef aldrei séð það. En ég sé ekki neitt, hvort þið er. Svona munur maður bara að kasta einhvern tíma. Já. Veit hvað maður á að leita. Þetta er bara að líta, þeir fá þetta. Herru, þetta er bara... Bittu. Þessi Molli reyndar vel gert hjá varginu, hann er búinn að repositiona hérna niður. Ég held að Nonni búist ekki við honum svona hratt hérna niðri. Hann er á 3 killum núna Nonni og hann getur ennþá gert, hann stikkar þetta líka. Er vargurinn að fara að kaupa þetta? 10 sekundar stikk! Hann stikkar þetta alla leið, en vargurinn veit betur en að leyfa honum að fá allar 10 sekundanar og sækir 12. rándi fyrir sögu. Ekki bara map point, heldur match point. Herru, ég veit ekki hvort að fólk sá þetta, en hann andvarpaði hana. Hjartslátturinn hans fór upp, ég sá það. Sástu það? Það kom alveg svo. Gaur, við þurfum að fá svona live púlsmælir á leiknum. Það væri reyndar Ég væri svo til í það, sérstaklega í klöttstöðum. Ég held að það myndi gera rosalega mikið að því ég í mörgum stöðum veit og hef fundið fyrir mig farið svona 190, sko. Já. Ef að rándið er þannig, sko, í þannig leik. Þegar þú finnur fyrir sjóninni þrengjast, þá svona veit maður að náttúrulega. Já, það er... Men allir leikmenn eru með úr, eða það eiga margir svona úr og eitthvað svona púlsmælar. Ég myndi vera bara hjartamælinn, skilur bara beint, en þetta byrja vel hérna fyrir KB og búin að ná þeimur komið yfirtölu, en Skún fljótar að snúa því við. Býtu, allir er þetta bara 1 á 3 núna fyrir KB upp úr þurru. Getur hann haldið KB áfram í train? Þeirra mappikki og dreigið þetta alla leið yfir í Ancient, eða erum við bara ekkert að fara þangað? Skún líka komin í 19, sko. Hann er bara, númer 2 á eftir varginum spila góðan leik hérna.
góða leik og við vorum að tala Vissar það er rétt sér, Skún kom seint. Já, Vissar er búin að vera minna sjáanlegur í tærhelmingnum, var frábær í CT, aftur á móti bara þannig líða að það geti hver sem þetta svo sem tekið boltan á lofti sko, og haldi áfram. Erfið staða núna, tíminn heldur að tikka en leikmyndir eru bara ekki að sína sig. EJ þarf að láta vita hvað hann reynir að djúka með þessu Kemur sér 1-20, Vargur 30, 2-0 fyrir Sögu. Ekki niðurstaðan sem ég hefði búist við. Ég hefði alveg getað séð Sögu vinna þetta, 100%. Ég var alveg, svo sem alveg samfærar að sagja, getur klálega unnið KBJ. 2-0 og með trein í púlinu. Hefði ég ekki giskað á en voru hins vegar bara ekkert eðlilega samfærið og líka bara á stórri þökk Varginum, skilur við, Vargurinn galdraði þarna mjög mikilvægt ránd fyrir þá þegar hann fór þarna einn út, dreipur 3 banki þegar það hefði ekkert verið frábær, hefði tapað þessu rándi og hefði aðeins getað þrengt leikinn pínu. Ofan á það, þá var hann bara búinn að vera óþolandi allan tíman, hann var einhvern veginn alltaf, sko, þú sást það, ef að Saga fengu ekkert info og bara, strákar, við þurfum að, ég fer að sækja info, hann fór alltaf og leitaði, hann pussaði þarna í gegnum kompur einhvern veginn í byrjun og fór bara alla leið í gegn. Já, það er bara sérstætt, hann kann að búa til impact í leiknum og það eru bara 2 týpur af þessum spilurum sem eru bara ekki nógu duglegir að búa til impacti og vera leiðilegir og þú veist, hann bara sækir infóið, sækir killinn þegar þeir gefa sig og þarna var hann bara fáði öll, þetta var bara í hendurnar á honum, einhvern veginn hvernig sem hann tók fætin, hann var alltaf með advantage í þeim og gerði þetta bara þægilegt fyrir Sögu. Saga náttúrulega bara að spila af þessu ringulrið sem hann er að búa til líka að stóru leyti og klálega, bara það var good show, flottur, Skún kom vel að inn líka í lokinn og gerði góða hluti. KB einhvern veginn náðu bara aldrei neinu flugi og Nei, þetta var eiginlega mjög þurr leikur hjá þeim, eiginlega bara öll serían. Það glittaði aðeins í þá hérna í lokinu seinni helmingin en svona þá voru þeir búnir að missa leikinn á undan sér. Já, það er erfitt að tengja kannski nákvæmlega við, þú veist, eins og ég segi þessi leikur hafði skipti engu máli fyrir það. Nei. Þú veist, kannski hefur það einhver áhrif á hvernig þeir mæta inn í leikinn, þar sem þetta bara svona, spilum hennar leik og bara gerir óvið, við erum nummer 2, við erum fasti nummer 2, skiptir okkur engu máli, skiljur ekki það að þeir voru klálega að reyna að spila til að vinna, en spurning hvort að það hefði einhver áhrif á overall, þú veist, hugafari hjá þeim í leiknum. Maður sá samt alveg eins og þú nefndir að líka þó að þú veist, við heldum kannski að myndi ekki fara að sýna einhverja takta sem að þeir vilja kannski geima í setna meiri, þeir voru samt alveg að sýna einhver execute þarna sem að ég hafði ekki séð áður en kannski skilaði þessi bara bak við það, já, við vorum ekkert að reyna en það lítur þá því að það er prætið þetta bara, hei, við erum ekkert að fara að leyfa Sögu að vinna. Nei, ég held að allir sem eru í úrvalsdeildinni eru ekki í því að spila til að tapa. Það bara er ekki, þetta er fólk með stolt í CS, við höfum að tapa. Það er ekki genum hjá neinu CS-spilara held ég að gefa leikinn. Nei, en aftur á móti bara Saga betri í dag, klálega. Og KB og þannig sé voru kannski leiðilegt að segja en þeir voru eiginlega bara lítið sjáanlegir þannig séð, áttu 1-1 kannski fínt ránd en annars var þetta ekkit, oft þegar leikir eru svona þá er maður bara svona, hefður unnið þetta swing round eða þetta 1v1 það voru engin swing round eða 1v1, þetta var rosalega mikið bara þegar Saga var að vinna rondin, þá voru þau með 3 á lífi skilur, eða þegar KB var þá unniður, þú veist eitthvað clutch 1v1, skiljur þannig í lokin öll swingroundin faktist fór til KBJ annars var bara Saga að sigla inn öllum hinum mjög samfærandi. Það var 1 round þar sem ég man eftir augljósu 1v1 og það var þegar Enok var í pistolu fyrsta roundi sem þið taka í TL-liðinni. Ég meina, hefði þeir ekki unnið pistolu, hefði þetta getað verið allt annað leikur eða var það kannski bara alltaf að leiðina? Kannski. En ég meina, maybe. Já, þetta er erfitt að segja, sko, kannski hefði, þú veist, þetta er högg á móralinn að vera 3 á móti 1 og hann er á 5 og þeir eru 3 inn á B, þetta er, getur ímyndaðir að hlaupa 1 með uspu eða inn á móti 3 og drepa alla 3, þú veist, þetta á eiginlega ekki að gerast og þetta er alveg högg á móralinn og það er náttúrulega svona mörg högg, náttúrulega hægt og rólega dampaði alveg, þá getur bara confidence komið í vaskinn, sko. Þannig kannski, hefðu þeir unnið það ránd, þá mögulega þeir mætt aðeins harðari inn í hinn helminginn, en kannski er erfitt að segja. Við sögum það líka, Enok, hann var sterkur leikmaðurinn í byrjun, en ég ætla að spyrja þig núna í kjölfarið hver þið finnst vera MVP-in þó svo ég viti nokkurn veginn hvað svarið er að fara að vera. Skún, nei, þetta var Skún góður, sko. Það kom að það, en Vargurinn var klálega. En sko málið var að, þú veist, í Núk var Vargurinn góður, en þeir voru allir góður í Núk. En í mappinu sem eiginlega skipti meira máli, hann gerði muninn.
hann sildi í rauninni Train algjörlega inn fyrir þá. Hann stýrði allan tíma skipinu. Algjörlega, hann var allt impactið í Train og sildi því inn og ég held að þessi ekki ein manneska sem horfði á hana leik sem ekki sammála því að Vargurinn hafi ekki átt þetta fyllilega skilið sko. Það bara þannig og ég held að þetta séu bara lokin hjá okkur af þessum umferðum hérna í deildinni. Þangað til að útslátturinn byrjar. Og ég ekki alveg með dagsetningun á hreinu en það verður sannlega Tommi og Óli sem að taka við þeirri útsendingu. En já, það þannig að við ætlum að klára þetta kvöld og við hlökkum til að sjá okkur í þeirri úrslitakeppni. En já, enn og aftur frábær leikur, 2-0 fyrir Sögu, en KPO þeir munu sýna sig í úrslitakeppninni. Við sjáum hvernig þeir spila þar.